rannsóknarnefndarfólk og fleiri. Gott kvöld. Það hefur líklega ekki farið fram hjá mörgum að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis aðdraganda bankahrunsins komin út. Þessi útsending helguð umfjöllun efni skýrslunnar. Fréttamenn RÚV hafa unnið hratt í dag og munu fara yfir niðurstöður hennar á skipulagðan hátt og draga fram aðalatriðin og reyna að kalla helstu leikmenn til viðtals. Auk þess sem okkar fólk verður á ferðinni og kemur beint inn í útsendinguna ef tilefni gefst til þess. Rannsóknarnefndin var skipuð af Alþingi í byrjun árs 2009 og átti upphaflega að skila niðurstöðu 1. nóvember síðastliðinn. Síðan hefur útgáfunni ítrekað verið frestað enda skýrslan mikil af vöxtum á 3.000 síður. Nefndarmennirnir Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson munu sitja fyrir svörum fram eftir kvöldi, en við skulum byrja á því að fara yfir helstu niðurstöðu skýrslunnar. Hrun íslenska efnahagslífsins má í fyrsta lagi rekja til þess að bönkunum var lyft að stækka eftirlitslaust og þess að alvarleg mistök voru gerð í efnahagsstjórn landsins, til dæmis með því að lækka skatta og hækka lánshlutfall íbúðalána á þenslutímum. Bankakerfið riðaði til falls vegna þess að ógnarvöxtur þess var knúinn áfram af lántökum erlendis en bankarnir voru hins vegar dauðadæmdir, ekki síst vegna stórra lána til eigenda þeirra og fyrirtækja tengdum þeim. Stjórnvöld, eftirlitsstofnanir og stjórnendur bankana vissu hvert stefndi og hver hættan var en gripu þó ekki til aðgerða. Bankarnir voru rændir innan frá af vafasömum viðskiptamönnum sem báru litla virðingu fyrir lögum og reglum. Þetta niðurstaða rannsóknarnefndarinnar í stuttu máli. Í skýrslunni rakið hvernig bankarnir urðu að ofvöxnum skrímslum á nokkrum árum eftir einkavæðingu þeirra. Og getuleysi ríkisstjórnar og stjórnvalda til að draga úr stærð fjármálakerfisins sker í augu, segir nefndin. Ef banki veitir fyrirtæki lítið lán getur hann sett í skilyrði ef láni lendir í vanskilum. Ef hins vegar banki veitir fyrirtæki svo hátt lán að hann sér fram á að lendi í verulegum skakkaföllum ef láni lendir í vanskilum, þá það lántakinn sem komið með hreðjatak á bankanum. Og hið sama má í rauninni segja hlutfallið milli íslensks þjóðfélags og fjármálakerfisins þegar það var orðið nýföld þjóðarframleiðsla. Þá höfðu íslensk stjórnvöld hvorki burði né þor til þess að setja leikreglur og hafa eftirlit með því að þeim væri fylgt. Bankarnir urðu að þessum ofvöxnu skrímslum, annars vegar vegna þess að ytri aðstæður voru hagfelldar til þess og hins vegar vegna græðgi eigendanna. Stærstu eigendur allra stóru bankana fengu óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé hjá þeim banka sem þeir áttu, að þér virðist í krafti eignarhalds síns. Athugun rannsóknarnefndar Alþingis á stærstu áhættuskuldbindingum Glitnis, Kaupþings, Landsbankans og Straums Burðarás leiddi í ljós að í öllum bönkum voru helstu eigendur bankans meðal stærstu lántakenda hans. Eigendurnir misnotuðu einnig peningamarkaðssjóðina en úr þeim var mokað fé í verðbréf sem tengdust eigendunum. Þegar fór að þrengja urðu mörkin milli hagsmuna bankana og stærstu hluthafa óskýr og mikið vantaði upp á tilhlýðilega ábyrgð gagnvart öllum hluthöfum og kröfuhöfum. Í raun má líka segja að bankarnir þrír hafi falsað eiginfjárhlutfall sitt sem leit alltaf vel út á pappírunum en var að miklu leyti byggt á lánsfé úr kerfinu sjálfu. Áhættan sem bankarnir höfðu tekið var gríðarleg og nokkuð ljóst að spilið væri búið ef hlutabréfaverð félli að ráði. Þegar það gerðist reyndu allir bankarnir að kalla fram óeðlilega eftirspurn eftir hlutabréfum í sjálfum sér. Það dugði ekki til enda bara frestun á vandanum. Glitnir fór fyrstur og Landsbankinn og Kaupþing hrundu í kjölfarið. Tap kröfuhafa nam 1000 milljarða króna. Rannsóknarnefndin sinnir ekki rannsóknum sakamála. Það kom hins vegar berlega í ljós við rannsóknina á hruninu að reglum starfsemi bankana hefur ekki verið fylgt í öllum tilvikum, eins og það orðað svo mildilega í skýrslunni.
og því hvetur nefndin til þess að rannsakað verði sérstaklega hvort stjórn og framkvæmdastjórar bankana sem féllu hafi gerst brotlegir við lög. Grunur leikur á málamyndagerningum, auðgunarbrotum, víðtækri markaðsmisnotkun og það engin spurning að fjármálafyrirtækin fylgdu ekki eigin reglum áhættumat, innri verkferla, viðmið trygginga og veðköll, einkum þegar eigendur bankana áttu í hlut. Skýrslan sem sagt einn stór áfellisdómur yfir bankakerfinu þar sem vankunnáttu, spillingu og óhaminni græðgi stórs hóps manna lýst sem megin ástæðu þess að íslenska bankakerfið hrundi haustið 2008. En stjórnendur og eigendur bankana voru ekki einir að verki. Þegar bankarnir voru orðnir alltof stórir miðað við hagkerfið, hefðu stjórnvöld þurft að grípa til aðgerða í síðasta lagi árið 2006 til að eiga möguleika á því að koma í veg fyrir fall bankana. En stjórnvöld lögðu aldrei að bönkunum að draga saman seglin. Í skýrslunni segir að undanfarinn áratug hafi efnahagsstefna íslenskra stjórnvalda miðað að því að viðhalda sem mestum langtíma hagvexti. Því miður virðist óhjákvæmilegt að álykta að þessi stefna hafi kynt undir ójafnvæginu í hagkerfinu. Stjórnvöld ákváðu að lækka skatta á þenslutíma í trássi við ráðleggingar sérfræðinga og jafnvel gegn betri vitund þeirra ráðamanna sem tóku ákvörðunina, eins og fram kemur í skýrslu Geirs H. Haarde fyrir rannsóknarnefnd Alþingis. Þar segir hann að hækkun á lánum Íbúðalánasjóðs og lækkun vaxta hjá Íbúðalánasjóði hafi verið hrein mistök. Þær hafi hins vegar verið forsenda þess að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks var mynduð árið 2003. Þessar ákvarðanir ollu mikilli þenslu, bólan var í fæðingu. Seðlabankinn var nánast látinn einn að berjast við þensluna og tók því að hækka vexti árið 2004 til að sporna við innlendri eftirspurn. Alþjóðleg fjármálakreppa hófst sumarið 2007. Í nóvember tóku stjórnendur Seðlabankans að hafa auknar áhyggjur af framtíð bankana. Bankastjórnin lýsti þeim áhyggjum ýmist beint við forsætisráðherra og þröngan hóp ráðherra eða við samráðshóp stjórnvalda, meðal annars eftir að áhlaupar gert á Icesave í mars 2008 svo Landsbankinn var næstum farin í þrot. Seðlabankinn virðist þó ekki hafa gert tillögur að nauðsynlegum aðgerðum og hvorki forsætisráðherra né aðrir ráðherrar ríkisstjórnarinnar virðast hafa brugðist við með virkum og trúverðugum aðgerðum. Tortryggni og samstarfserfiðleikar settu mark sitt á samskipti Davíðs Oddssonar, seðlabankastjóra og ráðherra Samfylkingarinnar. Rannsóknarnefndin telur að aðgerðir ríkisstjórnarinnar í málefnum bankana hafi verið ómarkvissar þegar harðna tók á dalnum í ársbyrjun 2008. Í skýrslum ráðherra og forsvarsmanna ríkisstofnana fyrir rannsóknarnefndinni vísaði hver á annan og enginn gekkst við ábyrgð. Viðskiptaráðherra telur ekki að það hafi fallið undir starfskyldur hans að taka málefni bankana til formlegrar umræðu innan ríkisstjórnarinnar eða leggja mat á hættuna sem stafaði af bönkunum. Forstjóri fjármálaeftirlitsins og Davíð Oddsson seðlabankastjóri vísa hvor á annan og fjármálaráðherra telur sig ekki hafa haft tilefni til að taka málefnið upp við aðra ráðherra. Fjármálaeftirlitið gagnrýnt í skýrslunni fyrir að hafa verið vanbúið til að takast á við hið ofvaxna bankakerfi. Þá hafi það ekki tekist á við grundvallarspurningar eins og ofvöxt bankakerfisins. Allar útgönguleiðir virðast hafa lokast fyrir Íslendingum eftir að Davíð Oddsson seðlabankastjóri hafnaði boði breska seðlabankans aðstoð við að minnka íslenska bankakerfið í apríl 2008. Eftir fall Glitnis virðist algert stjórnleysi hafa ríkt innan stjórnsýslunar og eftirlitsstofnana. Seðlabanki og ríkisstjórn gengu ekki í takt og yfirstjórn skorti. Í skýrslunni segir að vinnubrögð yfirvalda til að verja fjármálakerfi landsins hafi verið ótæk og engan hátt í samræmi við það hvernig þjóðir með þróaða fjármálamarkaði og stjórnsýslu haga starfsháttum sínum. Segja má að helsta niðurstaða skýrslunnar sé sú að fjármálakerfinu á Íslandi hafi verið leyft að vaxa svo mikið að bankarnir hafi stjórnað ríkisvaldinu en ekki öfugt. Alþingi og ríkisstjórn hafi skort burði og þor til þess að setja fjármálakerfinu skynsamleg mörk. Það var orðið svo stórt að ekki var hægt að taka áhættuna af að það fjalli. Rannsóknarnefndin telur að Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, Árni M. Mathiesen, þáverandi fjármálaráðherra og Björgvin G. Sigurðsson, þáverandi viðskiptaráðherra, hafi sýnt af sér vanrækslu með því að bregðast ekki við yfirvofandi hættu fyrir íslenskt efnahagslíf vegna versnandi stöðu bankana. Nefndin telur líka að Jónas F.R. Jónsson, þáverandi forstjóri fjármálaeftirlitsins og seðlabankastjórarnir Davíð Oddsson, Eiríkur Guðnason og Ingimundur Friðriksson hafi sýnt af sér vanrækslu við framkvæmd laga og reglna fjármálastarfsemi og eftirlit með henni.
Já, og við ætlum að fjalla nánar einstaka þætti skýrslunar hér á eftir, en hingað nefndin komin, rannsóknarnefndin sjálf. Það eru Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, verið velkomin. Takk. Þetta eitt stærsta rannsóknarverkefni Íslandssögunnar sem þið hefur leyst af hendi. Ég ætla kannski bara að byrja því að spyrja þig, Páll, getur þú svarað því í einni setningu hver ber ábyrgð á bankahruninu 2008? Ef ég ætti að vísa til skýrslutakning, það sem kom fram í skýrslutökum hjá okkur, þá gekkst enginn við ábyrgð á því. En okkar mat að bankarnir hafi einfaldlega vaxið allt og hratt og allt og mikið. Og þeir sem tóku þær viðskiptaákvarðanir, að stakka upp kerfið svona ofurhratt, þeir bera ábyrgð á því að það var komið bönkunum á þann stað að það var ekkert að verja það. Mohamed svolítið þrátt það í samfélaginu hvort að bankarnir hafi einfallega leikið lausum hala vegna eftirlitsleysis eða hvort að þeir hafi farið langt fram úr sínum reglum. Hver niðurstaðan í því? Bæði og. Það voru ákveðnar reglur og það virðast vera að þeir fara á punktum fram úr þeim og það jafnvel þannig að eftir tekið innan fjármálaeftirlitsins og þá það stundum svoleiðis að það ekki gengið nógu hart fram í því að fylgja því eftir þegar það búið að komast að því að fjármálaeftirlit búið að komast að þeirri niðurstöðu að reglur eru brotnar. Svoleiðis að sjálfsögðu var það líka atriði. Svo eru náttúrulega önnur atriði sem við bendum á í skýrslunni sem gæti orkað tvímælis og fjármálaeftirlitið vissi kannski minna eða ekkert á þessum tíma. En við erum ekki þessari skýrslu kannski beint að leita að slíkum sökum heldur að reyna að draga upp eina almennu mynd. Svo má ekki gleyma því að spilin voru gefin, Alþingi setti lögin og lagareglur sem setta voru starfsheimildir þessara fjármálafyrirtækja voru mjög rúmar. Og það var gert í kjölfar þess að við gerumst aðrar EES-samningnum. Það voru löggjöfin endurskoðuð. Við gerum þetta með þeim hætti að við nýtum okkur ekki heimildir til þess kannski að aðlaga þetta því umhverfi sem hér á landi. Íslenskt efnahagsumhverfi auðvitað frábrugðið því sem víða í Evrópu. Þannig að spilin voru gefin svolítið með því líka. Starfsheimildum með fjármálafyrirtækjana og þar með þeirri áhættu sem að þessi fyrirtæki gátu tekið. Svo má kannski benda á að stemningin var nú aldeilis ekki með eftirlitsstofnunum og við teljum að það hafi skort verulega á að auknar hafi verið fjárveitingar til fjármálaeftirlitsins og þegar bankarnir að stækka sem mest. Þeir bankar sem að stækka svona hratt eru í sjálfstæð gífurleg vandamál til að hafa eftirlit með þeim. Vegna þess að þegar eitthvað kemur upp að það hafi verið ykkur brotin af bankans og svo þegar snúið tilbaka til bankans eftir 36 mánuði með niðurstöðu og fylgin eftir. Þá banki vaxið 30-50% eða 30% og ekki sami bankin og með voru að fást við. Þetta eiginlega alveg ómögulegt ástand. Þess vegna þurfti eiginlega að hemja vöxtinn ef það átt að ná utanum raunverulega að hafa raunhæft eftirlit með þeim. En það hefði nú ekki fallið í góðan jarðveg, sjálfsagt, hjá stjórnmálamönnum ef að hér hefði verið sett ól á bankana og sagt að nú vaxið þið ekkert meira en 20%. En Geir H. Haarde, Árni Mathiesen og Björgvin G. Sigurðsson af ráðherrunum, þeir gerast sekir vanrækslu samkvæmt þessari skýrslu. Í hverju ábyrgð þeirra fólgin? Þetta eru nokkrir þættir. Sá augljósasti sem að við höfum verið að fjalla í dag kannski sá að þeir fá skýrar fréttir í 7. febrúar að íslensku bankarnir séu komnir í mikil vandræði og ekki fyrirsjáanlegt að það endilega opnist markaðir, þannig að þið getur endur fjármagna sig, þannig að það þurfa að bregðast við. Þessar fréttir eru bornar á fundi með forsætisráðherra, fjármálaráðherra, utanríkisráðherra. Viðskiptaráðherra frétti fyrst að þessu á þingflokksfundi 3-4 dögum síðar. Hann ekki með þarna í ráðum? Hann ekki með. Og það nú eitt af því sem mjög sérstakt við þessa ríkisstjórn að sá ráðherra sem í eðlisinu bankamálaráðherra, bankarnir heyra undir, hann ekki með á þessum lykilfundum, það sem verið að fjalla þessu stóru vandamál og það vondu fréttir og bara þessu óðurský sem að hrannast upp á mjög skömmum tíma. Nú, það gerist síðan í framhaldinu að það koma bara reglulega slæmar fréttir í framhaldinu og aldrei brugðist við. Hvernig má það vera? Gáttu þið greint það eitthvað? Ég meina, þetta togstreita á milli flokka í ríkisstjórn? Þetta togstreita á milli ríkisstjórnar og eftirlitsstofnana? Hvað málið? Hvað veldur þessu? Því að það engin smá atburðir að gerast fyrir fram að nefða virðist þér? Nei,
svör manna voru nú ekki á einn veg það. Sumir sögðu einfaldlega, já, við gátum ekkert gert. Það sem augljóst var hægt að, við erum ekki að fullyrða að það hefði verið að bjarga bankakerfinu árið 2008. Alls ekki. Þetta voru svo allt og stort og menn búin að koma sér á þann stað sem að erfitt var að losa það úr. En það hefði hiklaust verið þetta að takmarka það tjón sem varð. Með réttum aðgerðum. Með réttum aðgerðum og þá erum við til dæmis að vísa ef að í febrúar hefði verið reynt að ná samkomulagi við bresk stjórnvöld, Seðlabankann breska, að bregðast í aðgerðir við til dæmis að flytja ICE-reikningana yfir, allan og frá útibúi. Það er alveg ljóst að þar eru mér allt og værikerfis. Gríðarlega áhætta sem þarna á tryggingarsjóðnum og ekki síst fyrst að menn töldu að tryggingarsjóðurinn og ríki bæri ábyrgð á tryggingarsjóðnum sem virtist nú að vera ríkjandi skoðun hjá mörgum, ekki Seðlabankanum þó, en þá varð í raun að bregðast þarna við. Við skulum átta okkur á því að þetta ekki séríslenskt vandamál, menn líta á það að innlánasöfnun hún getur raskað fjármálastöðugleika lands. Og til dæmis í Bretlandi þá hefðu menn lög til þess að takast á það og einfaldlega flytja innlánsreikninga á milli banka jafnvel úr landi. Þannig á grundvelli þeirra laga sem þar ég að vísa hér til var til dæmis innlánasafn Kaupþings Singur og Friedlander flutt frá þeim banka með stjórnvaldsaðgerð og að því að það var talið stofna fjármálastöðugleikum í hættu ef að þessi banki riðaði til falls. En af hverju stafar þetta andvaraleysi stjórnvalda? Maður ætlar nú kannski ekki illan vilja en hvað veldur því þegar allar þessar upplýsingar að berast að það enginn sem tekur af skarið? Við sjáum það til dæmis að það gætir mjög fljótt í byrjun árs 2008 að það mikil hræðsla að ræða þessa hluti. Það til dæmis kemur fram umræða það hvort eigi að leggja fram frumvarp til breytinga á lögum tryggingarsjóð vegna innstæðutryggingana og það ákveðið að fara ekki fram með það vegna þess að menn telja að það geti vegna óróleika og þeirra aðstæðna sem konur upp á fjármálamarkaði að þá kunni það kalla á viðbrögð sem að hafi þá áhrif á bankana. Þannig að þetta andrúmsloft hefur greinilega ráðið miklu það að menn aðhöfðust ekki. Já. En við töldum upp 3 ráðherra. 4. ráðherrann alltaf rosalega mikið inn í öllum samskiptum. Það hún Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Geir Haarde til dæmis bendir á það að hún hafi átt að koma Björgvini svolítið meira inn í mál. Hún samt ekki einn af þeim ráðherrum sem sem talað í sambandi við vanrækslu. Hvers vegna það þá? Við búum við það fyrirkomulega hér að samkvæmt okkar stjórnskipun þá bera ráðherrar ábyrgð á þeim málefnum sem undir þá heyra. Og það vill hann til að málefni fjármálamarkaðin sem slík falla ekki undir utanríkisráðherra. Það hefur hins vegar gerst hér á undanförnum árum að oddvitar í samsteypustjórnum hafa fengið verulega aukið vægi í samstarfi, samráði innan ríkisstjórnar, samráði við aðila utan ríkisstjórnar, eins og við sjáum í þessu tilviki að oddvitarnir eru í lykilhlutverki varðandi það að móttaka upplýsingar frá Seðlabankanum, en þegar kemur að því að meta í okkar tilviki hvað við álítum að sé mistök og vanræksla að þá ekki fyrir að fara þeim sömu verkefnum og í tilvikum hinna 3 ráðherranna að því varða þau viðfangsefni sem við erum að tala um. Hitt eins og að ljósta að Ingibjörg Sólrún sem oddviti Samfylkingarinnar bara við ákveðna pólitíska ábyrgð á því verki sem hún var að vinna. En það fellur ekki undir það viðfangsefni sem við erum að fjalla. Við getum meira sagt að starfshætti hér innan stjórnarráðsins og hjá ríkisstjórninni hafi þróast og séu komnir langt frá ábyrgðarreglunum. Sem náttúrulega mjög einkennilegt í Jú, og menn hafa ekki endurskoðað þær. Og þannig að þær endurspegla ekki þessi venjulegu vinnubrögð sem við það við erum. Og við finnum til dæmis að því þessari skýrslu að það finnast engar í sjálfu sér skráðar upplýsingar þessi samskipti og þær ákvarðanir sem teknar eru til dæmis á fundum oddvitana þau málefni sem kannski annars væri ráðið til lykta á fundum ríkisstjórnar. Nú það alveg ljóst náttúrulega að þessir einstaklingar hverju tilvikið þurfa að hafa margs konar pólitísk samráð. En þegar þeir eru fattin að fjalla viðfangsefni og verkefni sem annars væru kannski af ríkisstjórnar eins og til dæmis hvort ég leggja fram ákveðið lagafrumvarp, þá gerum við athugasemdir það og þá þurfum að skoða það hvort að ekki verði að bæta skráningu á slíkum. Þannig að þetta sé ekki svona óformlegt eins og verið það verið. Já,
En við ætlum að ræða betur efni skýrslunnar við ykkur hérna á eftir og þá kannski förum við meira inn í bankana sjálfa og kannski eftirlitsstofnanir og fleira, þannig að þið hingrið með okkur og við höldum áfram og gefum yfir á háborðið. Já, takk fyrir það Sigmar. Rannsóknarnefndin verður áfram hjá okkur í þættinum. Ríkisstjórnin ræddi lítið lausafjárkrísuna og stöðu bankana. Í aðdraganda falls þeirra auk þess sem Björgvini G. Sigurðssyni viðskiptaráðherra var haldið utan við mikilvægar ákvarðanir. Þá stóðu samráðshópur stjórnvalda fjármálastöðuleika og viðbúnað ekki undir hlutverki samkvæmt rannsóknarskýrslunni. Rannsóknarnefndin gagnrýndi harðlega að ekki sameiginleg viðbúnað áætlun var til þegar á þurfti að halda. Það var góðæri hér á landi árin áður en efnahagskerfið riðaði til falls, eða svo virtist flestum. Efnahagsstefna stjórnvalda miðaði að því að viðhalda sem mestum hagvexti. Það var ráðist í stórframkvæmdir á borð við Kárahnjúkavirkjun, virkjanir á Hellisheiði og Reykjanesi, álverið á Grundartanga var stækkað, svo ekki sé minnst á framkvæmdir á Reyðarfirði. Allt þetta skapaði þenslu í hagkerfinu, en það kvörtuðu fáir. Atvinnuleysi var í lágmarki, aðgangur að lánsfé var greiður, neysla almennings óx og óx. En það voru blikur á lofti. Það kom til að mynda fram í áliti sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins miðjan maí 2006, þar sem byrjað var á hrósi, en síðan komu varnaðar orð. Hins vegar vaxandi ójafnvægi í hagkerfinu áhyggjuefni þessar mundir og við því þurfa stjórnvöld að bregðast tímanlega. Umfram eftirspurn, mikil og vaxandi verðbólga, mikill viðskiptahalli og mjög skuldsett heimili og fyrirtæki, einkum bankar, valda ókyrrð á fjármálamörkuðum sem ógnar stöðuleika til skamms tíma. Ef litið öxl hefði mátt bregðast við þessum kringumstæðum með betur samhæfðum aðgerðum, með aðhaldssamari ríkisfjármálum og umbreytingu á íbúðalánasjóði. Það einmitt íbúðalánasjóður sem gerður umtalsefni í skýrslu nefndarinnar. Reglur útlánsjóðsins voru rýmkaðar árið 2004 á einhverjum mestu þenslu tímum Íslandssögunnar. Ráðamenn gerðu sér grein fyrir áhrifunum af þessu. Þetta voru hrein mistök og því miður verður maður að viðurkenna hreinskilnislega að þetta hafði maður náttúrulega miklar efasemdir, en þetta var samið við ríkisstjórnarmyndunina 2003 og ef það hefði ekki verið gert þá hefði sú ríkisstjórn ekki verið mynduð. Sagði Geir Haarde í skýrslutöku hjá rannsóknarnefndinni. Geir var fjármálaráðherra á þessum tíma. Þáverandi félagsmálaráðherra, Árni Magnússon, fékk einnig upplýsingar neikvæð áhrif þessarar ákvörðunar. Grípum niður í frásögn Þórarins G. Péturssonar, forstöðumanns hjá hagfræðisviði Seðlabankans, sem varaði við þessu á fundi með Árna og stjórnendum frá Íbúðalánasjóði. Svona gerir maður ekki þegar þenslan í hápunkti, því þetta töldum við algjörlega á hreinu að myndi auka enn frekar á einkaneyslu og allt þannig. Og þeir hlustuðu og svo sagði félagsmálaráðherra til að summera þetta upp. Já, þetta mjög áhugavert, við erum þá sammála að þetta sé ekki mjög alvarlegt vandamál, takk fyrir, og kvaddi. Og maður bara satt og bara kjaft stopp og þetta voru því miður mjög algeng viðbrögð stjórnvalda á þessum tíma og alveg gríðalegur hroki og áhugaleysi við að heyra eitthvað sem gæti verið vandamál. Samt var þetta skref stigið. Við stefnum að því að lögfesta núna á haustþingi regluna 90% lán. Orð Geirs segir rannsóknarnefndin. Af þessum má álykta að ákvörðunin að rýmka kröfur sem gerðar eru fyrir lánveitingum Íbúðalánasjóðs á einhverjum mestu þenslutímum Íslandssögunnar hafi verið tekin við stjórnarmyndun 2003 þrátt fyrir þá skoðun fjármálaráðherra að það væri verulega varasamt. Hann hafi metið það svo að væntanlegu skaði fyrir samfélagið væri ásættanlegu kostnaði við það að sitjandi flokkar héldu völdum. Rannsóknarnefndin ályktar að stefna yfirvalda árin fyrir hrun hafi í raun kynnt undir ójafnvægi í hagkerfinu, hvorki með aðgerðum í ríkisfjármálum né peningastefnu, hafi verið brugðist við á fullnægjandi hátt við hagsveiflum og ofsveiflu. Í skýrslunni til að mynda talsvert fjallað skattastefnu yfirvalda á þessum árum, sem byrjaði með góðum fyrirheitum ríkisstjórnar Sjálfstæðis og Framsóknarflokks sem mynduð var í maí 1999. Breytingar á skattalögum verði við það miðaðar að þær ýti ekki undir þenslu í hagkerfinu. Annað kom svo á daginn.
Tekjuskattur á fyrirtæki var lækkaður helming frá 2001 til 2008. Tekjuskattur einstaklinga var lækkaður 1% árin 2005, 6 og 7. Sama ár var virðisaukaskattur á matvæli einnig lækkaður. Seðlabankinn benti á skorta og mótvægisaðgerðum. Efnahags- og framfarastofnun Evrópu varaði við áhrifum skattalækkana á þenslutímum sem og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. Þetta var þannig gert í trási við ráðleggingar sérfræðinga og jafnvel gegn betri vitund ráðamanna. Hvers vegna? Jú, vegna þess að kosningabaráttan árið 2003 snerist upp í kapphlaupum skattalækkanir eins og Geir Haarde lýsti því fyrir nefndinni. Það byrjaði allt með ræðu sem flutt var í Þjóðleikhúsinu í marsmánuði á flokksþingi Framsóknarflokksins þegar Framsóknarflokksformaðurinn fór í að lýsa því að Framsóknarflokkurinn vildi fara í miklar skattalækkanir á sérstaklega tekjuskatti fyrirtækja, einstaklinga segi ég, á næstu árum á kjörtímabilinu. Þetta var til þess að allir hinir flokkarnir, þar á meðal minn, töldu að það væri ekki hægt að láta þá eiga eitthvað inni hjá sér í þessu og því miður var þarna ákveðið ábyrgðarleysi hjá öllum flokkum. Geir, sem menntaður hagfræðingur, segir einnig: Ég vissi líka vegna míns bakgrunns að það gat verið varasamt að gera það ef það myndi virka sem olía á eld. Þetta hérna sem sagt viðurkenni ég fúslega að gat verið á þeim tíma vandamál, þó að það hafi ekki síðan haft að mínum dómi neitt í rauninni með að gera hvernig fór fyrir bönkunum. Yfirvöld gerðu þannig að mati nefndarinnar lítið í að vinna á móti síaukinni þenslu í hagkerfinu. Viðskiptahallinn varð hærri og hærri, krónan var orðin sterkari en fékkst staðist til lengdar og þróunin varð öll á þá veg að veikja efnahagskerfið og auka líkurnar á alvarlegri kreppu. Og meira úr þessum málaflokki, rannsóknarnefndin gagnrýnir harðlega að sameiginleg viðbúnaráætlun var ekki tilbúin þegar á þurfti að halda. Í skýrslunni nokkru púðri eitt í samráðshóp stjórnvalda fjármálastöðugleika og viðbúnað. Sá samráðshópur var settur saman í febrúar árið 2006. Í honum átti sæti fulltrúar forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, viðskiptaráðuneytis, fjármálaeftirlits og Seðlabanka. Rannsóknarnefndin telur það athyglisvert að í samkomulagi þennan samráðshóp ekki tekið fram að hann eigi að semja sameiginlega viðbúnaðaráætlun stjórnvalda. Samt hafi það verið skilningur margra sem gáfu skýrslu fyrir nefndinni að hópurinn ætti að gera slíka áætlun. Afar gagnrýnivert að hlutverk samráðshópsins varðandi gerð tillögu viðbúnaðaráætlun skuli ekki hafa verið skýrt og ótvírætt í fyrrnefndu samkomulagi að mati nefndarinnar. Þá kemur fram að samráðshópinn hafi skort upplýsingar til að byggja ráðgjöf sína á, jafnvel þótt slíkar upplýsingar hafi legið í þeim stofnunum sem áttu fulltrúa í hópnum. Ekki hafi verið tryggt með lögum að nauðsynlegum upplýsingum sé miðlað til hópsins til að mynda trúnaðargögnum og því hafi hann skort yfirsýn. Þetta segir rannsóknarnefndin. Þannig hafi samráðshópurinn ekki glögga yfirsýn yfir stórar áhættuskuldbindingar, krossegnatengsl og yfirleitt veikleika íslensks fjármálakerfis. Að mati rannsóknarnefndar Alþingis var hér að ræða alvarlegan ágalla á starfsskilyrðum samráðshópsins sem hlaut að koma niður á gæði vinnu hans. Fram kemur í skýrslunni að viðhorfsmunur innan nefndarinnar hafi hamlað starfi hennar. Svo virðist reyndar sem að þó nokkur togstreita hafi verið í nefndinni á þessum viðsjárverðu tímum. Til að mynda haft eftir Ingimundi Friðrikssyni seðlabankastjóra að fulltrúum Seðlabankans í samráðshópnum hefði fundist fulltrúar ráðuneytanna í nefndinni verið dálítið þungir í taumi. Og við skýrslutöku sagði forstjóri fjármálaeftirlitsins að sér hefði þótt að alltaf væri verið að slá málum og fresti í samráðshópnum. Að það hefði sérstaklega verið Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins, sem vildi bíða með flest. Viðhorf Bolla Þórs Bollasonar, ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytisins, hefði frekar verið að það mætti ræða málin seinna. Vegna þessa áherslumunnar í samráðshópnum fór dýrmætur tími til spillis að mati nefndarinnar. Þá tiltekur rannsóknarnefndin að verkstjórn í hópnum hafi ekki verið nógu öguð og skipulögð. Skort hafi á skýra verkaskiptingu, menn hafi verið störfum hlaðinir og ekki haft tíma til að semja viðbúnaðaráætlun. Aðgerðir hafi vantað og ráðherrarnir hafi verið í mikilli fjarlægð. Enda segir rannsóknarnefndin að ekki sé hægt að komast að annarri niðurstöðu en að óvönduð vinnubrögð hafi verið að ræða í ljósi þess hversu þýðingamikil verkefni samráðshópsins voru. Þá hafi miðlun upplýsinga til ráðherra ekki verið í föstum skorðum og hlutaðeigandi ráðherrar héldu ekki reglulega fundi til að fara yfir verkefni og afrakstur af vinnu samráðshópsins og sinna yfirstjórn verkefnisins að því leyti sem heyrði undir þá, en hér var afar mikilvægt verkefni að ræða fyrir íslensku þjóðina, segir nefndin.
Til að mynda kemur fram hjá þáverandi viðskiptaráðherra við skýrslutöku að hann kannist ekki við að ráðuneytisstjóri viðskiptaráðuneytisins hefði nokkuð tíman borið undir hann tillögur af vettvangi samráðshópsins sem hann hefði þurft að taka ákvörðun. Niðurstaða rannsóknarnefndarinnar varðandi samráðshópinn skýr. Þegar á hólminn var komið og þegar bankarnir riðuðu til falls var ekki fyrir hendi sameiginleg viðbúnaðaráætlun stjórnvalda sem sárlega þurfti þó á að halda. 3 fyrrverandi ráðherrar eru taldir hafa sýnt af sér vanrækslu í starfi. Þeir Geir Haarde sem var forsætisráðherra, Árni Mathiesen fyrrverandi fjármálaráðherra og Björgvin G. Sigurðsson fyrrverandi viðskiptaráðherra. Fréttastofa bauð þeim öllum að koma í viðtal hjá okkur í kvöld. Aðeins einn þekktist boðið, Geir Haarde. Björn Malmquist ræddi við hann nú undir kvöld. Geir, þakka þér fyrir að koma. Sko það ekki annað hægt að lesa út úr þessari skýrslu en að þú sem forsætisráðherra í ríkisstjórninni þegar hrunið verður, sem fjármálaráðherra í ríkisstjórninni þar áður, berir svona megin ábyrgð sem verkstjóri yfirvalda, sem æðsti maður ríkisstjórnarinnar. Nefndin segir að þú sett sekur vanrækslu í aðdraganda hrunsins og í því sem að gerist það leyti sem að hrunið að verða og þeim viðbröðum. Hverju svar eru svona ásökun? Ég vil nú byrja á því að segja áður en ég svara þessu að ég með fengið því að þessi skýrsla er komin og ég átti nú hugmyndina því að þetta gert og talaði hvítbók í þinginu strax eftir hrunið. Síðan var ákveðið að fara þessa leið með þessa nefnd í góðu samstarfi allra flokka. Hún hefur unnið mjög mikið og gott verk, það alveg augljóst mál. En hvað varðar einstök atriði þá náttúrulega ekki hægt að ætlast til þess að allir séu sammála öll atriði. Varðandi hina spurningu að þá víki ég mér ekki undan þeirri ábyrgð sem fylgir því að vera forsætisráðherra Íslands á þeim tíma sem ég var það eða undan ábyrgð á mínu störfum þegar ég var fjármálaráðherra. Það sem felst þess að vera í spurninguðinni það að hrunið hafi verið stjórnsýslunni eða ríkisstjórninni að kenna. Já, það vart annað þetta list. Og það auðvitað ekki rétt því að það kemur mjög skýrt fram í þessari skýrslu og það hefur nú margir sagt lengi að megin ástæðan fyrir þessu hruni það sem gerðist innan bankana sjálfra, hvernig þeir höguðu sér með óábyrgum hætti á grundvelli Evrópusambandsreglnanna, hvernig þeir náðu að þenja sig út og stækka með fullkomlega óábyrgum hætti eftir því sem að menn sjá núna, en það má heldur ekki gleyma því að á ákveðna árabili voru allir mjög ánægðir með bankana. Ég held að standi mér í þessari skýrslu að það hefði kannski 2006 verið hægt að stoppa þessa útþenslu og komið vekk fyrir þetta. Þannig það auðvitað dálítið svona sérkennilegt að liggja undir ámæli vegna þess sem menn voru að reyna að gera á árinu 2008. En þá voru menn að reyna að gera það í ljósi þess sem nú framkomið sem í raun og veru var ómögulegt. Það var ekki hægt að bjarga bönkunum þegar þarna var komið sögu því miður og það auðvitað hörmuleg staðreynd. Okkur tókst ekki það ómögulega. Og svo bara eitt út af þessu að fall bankana var ekki þjóðhagslegt eða þjóðhagfræðilegt vandamál. Það byrjaði ekki sem slíkt. Það vegna þess hvernig menn höguðu sér innan ramma EES-reglana og hvernig síðan alþjóðlegar aðstæður gera það verkum að menn gátu gert það, fengi ódýrt lánsfé í stórum stíl. En það talað að efnahagsstjórn undanfarinna ára, til dæmis frá 99 þegar sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn taka við völdum. Efnahagsstjórnin hafi verið slík, það hafi verið beinlínis ýtt undir þenslu í þjóðfélaginu. Ég fór nú mjög nákvæmlega yfir þessi atriði mitt í ræðu minni á landsfundi Sjálfstæðisflokksins fyrir ári síðan og ég fellst alveg á það að það kunni hafi verið gerð mistök. Og þú viðurkennir það sjálfur í skýrslunni? Já, ég viðurkenni það að það voru mistök að fara út í þessar breytingar á íbúðalánasjóðakerfinu, mjög mikil mistök. Og það kann líka vel að vera að við höfum ekki tímasett skattalækkanir rétt og auðvitað var of mikil þensla. Þetta allt saman hægt að fallast á. En þetta hefur ekkert með bankahrunið að gera vegna þess að bankarnir hrundu af allt öðrum ástæðum, eins og ég nefndi við því áðan. Tölum þá aðeins bankahrunið. Það kemur fram gagnrýni á aðgerðir stjórnvalda. Það kemur fram gagnrýni á aðgerðir samráðshópsins sem var settur á laggirnar af nokkrum ráðuneytum, þar að meðal þínu. Það kemur fram að þessi hópur, hann var ekki búinn með viðbúnaðaráætlun vegna hrunsins, þótt hann hafi verið starfandi síðan 2006. Já, það var nú ágætt samstarf milli mín og formanns hópsins sem var nú ráðuneytisstjórinn hjá mér. En þessi hópur var sérst búinn að vera störfum alveg frá 2006 eins og þú segir og fundaði nú ekki alltaf reglulega en mjög þétt
þarna sumarið 2008 og ég tel að það sé vegna þess samstarf sem skapaðist í hópnum að það tókst þrátt fyrir allt að bjarga innlenda bankakerfinu þarna í byrjun október með þeim hætti að það varði ekki hér algjört öngþveiti, fólk að nota kreditkortin sín og skipt peningum og allt mögulegt annað. Það tókst að koma í veg fyrir þetta sem var mjög mikilvægt og vinnan í þessum viðlagahópi skipti þetta miklu máli en það var náttúrulega ekki þannig að þessi hópur hefði tekið frá ráðuneytum eða stofnunum, fjármálaeftirlitið eða seðlabanka þeirra verkefni. En sko verkaskiptingin var einmitt óskýr, var það ekki? Og það var vandamál. Það má vel vera. Það má ýmislegt gagnrýna þess áttar og það má ýmislegt gagnrýna þessari stjórnsýslu eins og gert var þarna. En eins og gert í þessari skýrslu. Það má gagnrýna ýmislegt í kringum það sko en það samt ekki það sem olli hruninu. Björgvin G. Sigurðsson sem var yfirmaður bankamála á Íslandi. Hann var ekki boðaður af fundi þar sem var talað fjármálakrísuna og þann vanda sem var í aðsigi. Hvers vegna? Já, ég svaraði þessu í bréfi sem að mér barst frá nefndinni og ég mæli nú með því að bæði þú og aðrir sem vilja kynna sér þetta lesi það bréf, það í viðauka við skýrsluna. Þar ég spurður út í þetta. Og ástæðinu svo, eins og kom fram á blaðamannafundi nefndarmanna í morgun, að það hefur skapast svo venja hér í samsteypustjórnum að formenn flokkana afgreiða mikið af málum bara sín í milli eða þá bera ábyrgð á því hverjir koma með þeim á fundi tiltekin mál eða hverjir fá hvað upplýsingar í þeirra ráðherra hópi. Þetta var sem sagt ákvörðun Samfylkingarinnar hvaða aðilar kæmu þarna fram og það reyndar mjög athyglisverð lýsing í skýrslunni á því hvernig stóð á því að Björgvin Sigurðsson var ekki með þarna þessa glitnishelgi á fundunum í Seðlabankanum. Sko. Og reyndar á öðrum fundum líka, en eins og ég segi, ég get alveg sagt það núna og fellst alveg á það að þó svo að Samfylkingin hefði verið búin að ákveða að hafa þetta svona, þá hefði ég betur kallað hann til eigi að síður. Það get ég alveg samþykkt. Þetta skýringin á því að hann var ekki hérna með. Auðvitað hefði það verið betra ef hann hefði verið með. En er það eðlilegt? Og ég vil bæta því við, eins og ég segi í mínu bréfi, að ég var aldrei var við annað en að hann inni sín störf af mikilli alveg og samviskusemi og væri mjög vel að sér sín málefni. En sko fyrsta Samfylkingin var ekki að halda honum upplýstum. Þú veist, áttir þú ekki að gera þetta? Sko er ekki eðlilegt að fagráðherra í þinni ríkisstjórn séu upplýstur mál sem að beinlínis snúa að hans ráðuneyti? Þú veist, þú sem verkstjóri berði ekki ábyrgð á því að þetta sé gert? Ég held að hann hafi nú haft ótal möguleika á því að fylgjast með málum, en það var ég ekki að vara við hann en hann væri alltaf mjög vel upplýstur. Þetta hafði hann heila stofnun sem fjallaði þetta á sínum vegum, fjármálaeftirlitið og heilt ráðuneyti. Og þarfur utan var aðstofamæðurnars mjög virkur í þessum störfum öllum. Það er bent líka á að þessi lausafjárkrísa og bankakreppan, hún hefur verið rædd með óreglulegu millibili í ríkisstjórn, oft undir liðnum önnur mál, jafnvel þegar nær dró hruninu. Töluðu nógu mikið þetta? Hélstu þínum ráðherrum nógu upplýstum? Við ræddum þessi mál mikið á okkar ráðherrafundum sjálfstæðismenn og við ræddum þetta mikið í okkar þingflokki, en þetta verðum að fara varlega út á við og ég býst við því að sama hafi átt við Samfylkinguna. Það er ekki mælikvarði á mikilvægi mála eða það hvernig verður að fjalla þau, hvort að það er bóka mikið það á ríkisstjórnarfundum. Reyndar eru ríkisstjórnarbókanirnar mjög stuttar, það er bara greint frá því hvað var tekið fyrir og hvernig það var afgreitt. En þetta er auðvitað eitt af því sem þeir benda á að hefði mátt ræða þessi mál meir. Og gott og vel, það er eitt af því sem þeir sem taka við verða að hafa í huga í framtíðinni en mér finnst hins vegar mjög langsótt þegar það er gefið til kynna að það hafi ekki verið rætt nógu mikið við viðskiptaráðherrann hafi skipt einhverjum sköpum í þessu máli. Það er náttúrulega ekki þannig. En það er kannski bara að tekið sem dæmi það að hlutirnir voru ekki alveg eins og þeir áttu að vera. Ég fellst á það að það megi margt betur fara í stjórnsýslunni á Íslandi. Og það er margt sem að hefði mátt vera betra þarna í aðdraganda þessa máls, fleiri fundargerðir, betur bókað og minnisblöð og þess áttar allt mögulegt svoleiðis. En það voru nú 2 stjórnsýslufræðingar í þessari nefnd og setja fingurinn á ýmislegt þess áttar. En ég segi bara aftur við þig, bankarnir fóru ekki á hausinn út af neinu slíku. Það var bara ekki þannig. Það er sérstaklega til þess tekið að þú nefnir það í samtaliðinu við nefndina að þú hafir ákveðið, þið hafið samþykkt að keyra í gegn til dæmis
sko rýmkun á reglum Íbúðalánasjóðs, jafnvel þó þú vissir hvaða áhrif það myndi hafa á hagkerfið? Ég vissi það náttúrulega ekki, en ég óttaðist að það myndi hafa óheppilega áhrif í för með sér, en eitt vissum við ekki, alls ekki. Það var það hvernig bankarnir brugðust við breytingunum hjá Íbúðalánasjóði. Það var að verða að rýmka reglur Íbúðalánasjóðs. Þetta var eins og þið muni kosningalofur hjá okkar samstarfsflokki, Framsókn, fyrir kosningarnar 2003, og nú vorum við að tala um eitthvað sem gerist fyrir löngu. En það sem ekki var vitað, þegar samið var að fara þessa leið eftir kosningarnar, það var það að bankarnir myndu koma inn á þennan markað af öllu afli með fullt af erlendu lánsfé og bjóða hverju manni sem hafa vildi erlend lán, bæði til húsnæðiskaupa, bílakaupa og annað. Það var auðvitað stórkostlega ámælisvert, en það varaði ég oft við því. Sko, ertu ekki bara að firra þig ábyrgð? Nei, ég er ekki að firra mig ábyrgð. Ég vil bara við skilgreinum nákvæmlega sko, hver ber ábyrgð á hverju. Ég mun ekki víkja mér undan nokkru einustu ábyrgð í því sem ég ber ábyrgð á. En ég bar ekki ábyrgð á viðskiptalegum ákvörðunum sem teknar voru í einhverju vittleysu í Landsbankanum eða Kaupþingi eða Glitni. Ætlar að kenna ríkisstjórninni það sem nú nýkomið fram það sem gerðist innan Glitnis. En svona var þetta því miður. Eitt að lokum, Geir, nú tekur þingmannanefnd við skýrslunni, Landsdómur verður mögulega skipaður, Björgvin G. hefur hvatt til þess. Óttastu dóm hans? Ég óttast ekki neitt í þeim efnum. Það er Alþingi sem ákveða, samkvæmt lögunum Landsdóm, hvort það verður gefur út ákæra sem þarf að gera á einhverja tiltekna fyrirvæntir á þeirra vegna þessa, og síðan hefur það sinn gang fyrir Landsdómi með hæstaréttardómurum og fleira fólki. Ef að málið fer þessa leið, ef að þetta er talið vera sem sagt refsivert sem að okkur er gefið að sög þarna, nú þá bara verður maður að una því, og ekki dettur mér í huga að reyna að hafa minnstu áhrif á þingið í þeim efnum. Ég mun bara algjörlega sætta mig við hvað það er sem að þingið ákveður, en auðvitað mun ég taka til varna fyrir sjálfa mig ef að því er að skipta, ef þetta kemur sem sagt fer fyrir þannig dómstól, þá mun ég þetta halda uppi vörnum, og bréfið sem ég sendi rannsóknarnefndinni er kannski sýnir svona af því hvernig minn málflutningur mun verða. En ég er ekki í þeim business, ef svo mætti segja, að kenna félögum mínum, hvorki í ríkisstjórn né í stjórnsýslinu þetta mál. Því að þeirra er ekki sökin í þessu máli. Geir, þakka þér fyrir að koma. Takk sömuleiðis. Eins og framkom í viðtalinu við Geir Haarde hér á undan er því lýst í skýrslunni að lítið var rætt lausafjárkrísuna og stöðu bankana á ríkisstjórnarfundum í aðdraganda hrunsins, og Björgvini G. Sigurðssyni viðskiptaráðherra var haldið utan við mikilvægar ákvarðanir. Þá voru yfirlýsingar ráðherra að ríkið gæti staðið á bak við bankana, ekki byggðar á neinum útreikningum, heldur fyrst og fremst settar fram til að rýra ekki traust á kerfinu. Við skulum sjá og heyra hvernig nefndin rekur þetta. Ljóst er á skýrslunni að lítið var rætt stöðu bankana í ríkisstjórn Íslands og lausafjárkreppuna sem hófst síðsumars 2007. Það er í það minnsta ekki hægt að sjá af fundargerðum ríkisstjórnarinnar né af skýrslum yfir ráðherrunum. Til að mynda notaði þáverandi viðskiptaráðherra orðin ofboðslega fátæklegt það hvað rætt var stöðu bankana og lausafjárkreppuna, og að ekkert hafi verið málið rætt vikum saman eftir fall krónunnar í mars 2008. Össur Skarphéðinsson sagði við yfirheyrslur að ekkert hafi verið rætt stöðu bankana nema þegar hann og Kristján Möller hefðu tekið þau upp undir liðnum önnur mál. Hann segir jafnframt að Geir hafi ekki miðlað þeim alvarlegu upplýsingum sem komið hafi á daginn að seðlabankastjórar höfðu veitt honum munnlega á fundum. Þá virðist sem Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra hafi lítið verið með í ráðum. Það segir Össur. Í hvaða ríki myndi það gerast að forystumaður ríkisstjórnarinnar hafi fund með seðlabankastjóra, ekki einu sinni, ekki tvisvar, ekki þrisvar, heldur 6 eða 7 sinnum, og eftir því sem seðlabankastjórinn segir að þá komið þar fram alls konar warnings, ég veit ekkert það, en að viðskiptaráðherra sé ekki látin vita. Og Össur sagði einnig, og ég meina þið geti spurt þau bæði, Ingibjörgu Sólrúnu og Björgvin það, en mér er til efs að hún hafi nokkru sinni hringt í hann, kannski einu sinni tvisvar, til þess að konferera hann allan tíman fyrir og eftir hrun. Og ég meina, þessir fundir, ég bara held að hann hafi ekkert vitað þessa 6 eða 7 seðlabankafundi. Klárt er að ekki vissi ég þá og við tölum mikið saman. Þetta samskiptaleysi við viðskiptaráðherrann sagði Árni Mathiesen fjármálaráðherra að það væri ákvörðun formanns Samfylkingarinnar.
Menn hefði ekki treyst Björgvini. Menn treystu því ekki að það sem verið var að tala á þessum fundum myndi ekki einhver tíman og einhver staðar endurspeglast í því sem hann segði í fjölmiðlum. Geir H. Haarde taldi hins vegar ekki að viðskiptaráðherra hafi verið haldið utan við málin. Ég tel ekki að hann hafi verið sniðgenginn með einhverjum óeðlilegum hætti í þessu og hafi honum fundist það, þá hefði hann átt að tala það við mig sem ég man ekki til að hann hafi gert. Þá vekur athygli að yfirlýsingar ráðherra að ríkið stæði við bakið á bönkunum voru ekki byggðar á neinum útreikningum. Því lá ekkert fyrir það að ríkið gæti staðið við slíkar skuldbindingar þegar ráðherrarnir gáfu yfirlýsingar það. Björgvin G. sagði að þessar yfirlýsingar hefðu fyrst og fremst verið setta fram til að rýra ekki traust kerfisins og til að orsaka ekki hrun. Þetta sagði þáverandi forsætisráðherra. En auðvitað reiknaði ekki nokkur maður með því að það myndi reyna á það gagnvart öllum 3 bönkunum. En ég held að svona óformlegt mat manna hafi verið að menn myndu ráða við 1, allavega 1 og kannski 2. Og varðandi þetta niðurstaða rannsóknarnefndarinnar skýr. Hún átelur að ekki hafi verið lagt faglegt mat á það hvort og eftir atvikum hversu bær ríkissjóður væri til að styðja fjárhagslega við bak fjármálafyrirtækjum landsins, eins eða fleiri. Og rannsóknarnefndin kemst einnig að þeirri niðurstöðu að ráðherra hafi ekki beitt sér fyrir því að minnka umfang bankakerfisins, til dæmis með því að flytja höfuðstöðvar eins af stóru bönkunum úr landi. Enda var það beinlínis stefna þessara ríkisstjórnar að bankarnir hefðu höfuðstöðvar á Íslandi. Fram kemur að Davíð Oddsson hafi viljað að höfuðstöðvar Kaupþings yrðu fluttar úr landi, en rannsóknarnefndin tekur fram að Seðlabankinn hafi ekki þrýst beinlínis á slíkt með formlegum hætti. Þetta var jafnframt rætt í samráðshópnum, en ekki fylgt á neinn hátt eftir. Vanmáttur eftirlitsstofnana einn af stóru orsakavöldum hrunsins að mati rannsóknarnefndarinnar. Brynja Þorgeirsdóttir kynnti sér þátt Seðlabankans og fjármálaeftirlitsins og ræðir svo við Jónas F. Jónsson, fyrrverandi forstjóra fjármálaeftirlitsins sem komin hingað til okkar. Bæði Seðlabankinn og fjármálaeftirlitið höfðu eftirlitshlutverki að gegna samkvæmt lögum. Rannsóknarnefndin telur að báðar þessar stofnanir hafi brugðist og hún telur að seðlabankastjórarnir 3 sem þá voru og fyrrverandi forstjóri fjármálaeftirlitsins hafi gert sig seka vanrækslu. Byrjum á því sem segir í skýrslunni Seðlabankann. Þar reynt að leggja mat á hvort peningastefnan og framkvæmd hennar hafi haft áhrif á hvernig fór. Nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að ofþenslan í hagkerfinu hafi reynst bæði ríkisstjórn og Seðlabanka ofviða, hvorugt hafi brugðist við með fullnægjandi hætti. Stefnan í ríkisfjármálum kynnti undir ójafnvægi en stefna Seðlabankans var heldur ekki nægjanlega aðhaldssöm og aðgerðir of takmarkaðar til að skila árangri í baráttunni við vaxandi skuldsetningu og undirliggjandi verðbólgu. Þar aðalega átt við að stýrivextir hafi verið allt of lágir frá því mitt ár 2005. Seðlabankinn hafi lengi vel beðið eftir aðhaldsaðgerðum frá hinu opinbera og miðað hóflegar stýrivaxtahækkanir við það að stjórnvöld legðu sitt af mörkum til að draga úr þenslunni. Aðrar færar leiðir hafi lítið verið nýttar, svo sem að herða lausafjárkröfur og auka bindiskyldu vegna erlendrar fjármögnunar bankana. Þá ljóst að innan Seðlabankans voru uppi mismunandi skoðanir hversu háir stýrivextirnir ættu að vera. Bankastjórn Seðlabankans kaus oft minna aðhald en aðalhagfræðingur bankans lagði til. Seðlabankanum gekk illa að skapa traust á peningastefnunni. Í skýrslunni lýst togstreitu milli hagfræðingabankans og bankastjórnarinnar, þar sem bankastjórnin virtist ekki gera sér grein fyrir mikilvægi trúverðugleikans. Þótt oft og tíðum hafi gengið brösulega að byggja upp nauðsynlegan trúverðugleika Seðlabankans, tók steininn þó endanlega úr dagana sem bankarnir 3 féllu, segir í skýrslunni. Fyrstu daga októbermánaðar 2008 birtust nokkrar fréttatilkynningar á heimasíðu Seðlabankans. Í einni þeirra var sagt frá stóru láni frá Rússlandi upp á 4 milljónir evra. Síðar kom í ljós að þessi frétt var á misskilningi byggð. Önnur tilkynning birtist þennan dag á vef bankans þar sem því var lýst að því virtist að Seðlabankinn hefði tekið upp fastgengistefnu. Fljótlega kom í ljós að hið nýja fastgengistefna byggðist ekki á neinu nema óskhyggju bankastjórnarinnar, segir í skýrslunni. 2 dögum seinna lauk stysta fastgengistímabili Íslandssögunar og þótt víðar væri leitað, segir rannsóknarnefndin. Þessar aðgerðir urðu síst til að auka trúverðugleika Seðlabankans á tímum þegar reyndi á bankan sem aldrei fyrr. Skyndilega var svo ákveðið án fundahalds að lækka vexti 3,5%. Aðalhagfræðingur bankans frétti af vaxtaákvörðuninni 5 mínútum áður en hún var opinberuð og eftir að búið var að rita fréttatilkynninguna. Verulega líklegt verður að teljast, segir nefndin,
að skaðinn sem hlaust af þessum ómarkvissu og fálmkenndu tilraunum bankastjórnar Seðlabankans hafið valdið því að nauðsynlegt var talið að hækka vexti bankans í 18% nokkrum dögum síðar. Þórarinn G. Pétursson, hagfræðingur hjá Seðlabankanum, lýsti þessari atburðarás fyrir rannsóknarnefndinni. Því að bankinn var bara hreint út sagt bara stjórnlaus, algjörlega stjórnlaus, það var bara þannig. Þórarinn segist svo hafa skrifað í minnisbókina sína fyrir þennan dag, en eitt ruglið. Ég að tala fastgengis yfirlýsinguna og rúsalánið. Þórarinn hefur þetta eftir Arnóri Sighvatssyni aðalhagfræðingi Seðlabankans vaxtalækkunina og rúsalánið. Þetta var bara ákveðið einhvern veginn og kastað einhverjum tölum út í loftið og þetta var bara ákvörðunin. Hann, Davíð Oddsson, formaður bankastjórnar, hafði mikinn áhuga á að það væri Seðlabankinn sem myndi lýsa þessu rússaláni til að vera á undan fjármálaráðuneytinu með yfirlýsinguna. Hann hljóp náttúrulega svona algjörlega á sig. Það var engin fótur fyrir þessu. Ég held að þetta sé lágpunkturinn eða hápunktur stjórnleysisins en lágpunktur. Þetta var algjörlega skelfilegt. Arnór Sighvatsson segist hafa lagt fram tillögu sem gekk út á það að reyna að róa markaðinn með því að tilkynna að það væri áform að fara í prógram hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum en Davíð vildi tilkynna rúsalánið. Nei, þetta var algjörlega stjórnlaust og varðandi síðan vaxtalækkunina sem var tilkynnt þarna, vextir voru lækkaðir í 12% og mér var tilkynnt svo ákvörðun 5 mínútum áður en hún fór á vefinn og það gerðist með þeim hætti að formaður bankastjórnar kallaði mig á eintal og tjáði mér þessa ákvörðun bankastjórnar og ég hélt fyrst að hann var að grínast en svo kom í ljós að það var ekki. Og ég verð nú bara að viðurkenna að mér var öllum lokið, vissi ekki hvort ég átti að hlæja eða gráta því að þetta var auðvitað. Fyrstu merki yfirvofandi atburði voru fyrir marga fréttir af því að erfitt væri að ná gjaldmiðlaskiptasamningum við útlenda seðlabanka. Á vormánuðum 2008 sendi Davíð Oddsson formlega beiðni til breska seðlabankans gjaldmiðlaskiptasamning. Mervyn King, seðlabankastjóri, svaraði bréfi Davíðs 23. apríl og hafnaði beiðni seðlabankans. Hann lýsti því hins vegar yfir að erlendir seðlabankar gætu hjálpað Íslendingum að finna leið til að minnka bankakerfi sitt. Að hans mati væri það eina raunhæfa leiðin til að takast á við vandann. King sagði loks að hann byði fram alla aðstoð sem hann gæti veitt við að takast á við þetta verkefni. Seðlabanki Íslands þekktist ekki þetta boð. Í staðinn var sent svar þar sem þess var vinsamlegast óskað að breski seðlabankinn endurskoðaði afstöðu sína til umbeðins skiptasamnings. Því bréfi var ekki svarað. Síðar sama ár voru íslensk stjórnvöld orðin mjög einangruð að þessu leiti á alþjóðavettvangi. Þau áttu því í fá hús að venda þegar kom að falli bankana. Í skýrslunni nokkuð skrifað Glitnismálið eða úrlausn seðlabankastjóra á erindi Þorsteins Más Baldvinssonar, þáverandi stjórnarformanns Glitnis, en í september árið 2008 kom hann hingað í bankann og bað 600 milljóna evra lán. Eftir það fór af stað hröð atburðarás sem endaði með því að ríkið keypti 75% hlut í Glitni fyrir 600 milljónir evra. Rannsóknarnefnd Alþingis telur mjög gagnrýnivert hvernig stjórn Seðlabankans stóð að rannsókn og meðferð á erindi Glitnis. Á Seðlabankanum hvíldi sú skylda að leggja forsvaranlegan, málefnalegan og lögmætan grundvöll að afgreiðslu á beiðni Glitnis. Í því fólst meðal annars að tryggja að málið væri nægjanlega upplýst áður en ákvörðun væri tekin í því. Þetta telur rannsóknarnefndin ekki hafa verið gert. Vegna skorts á upplýsingum gátu þeir fáu starfsmenn sem unnu að úrlausn málsins innan Seðlabankans ekki fyllilega áttað sig á stöðu Glitnis. Að mati rannsóknarnefndarinnar verður því að telja það til vanrækslu af hálfu bankastjórnar Seðlabankans að hafa ekki sinnt þessari rannsóknarskyldu. Rannsóknarnefndin vill þó halda því til haga að hún telur ekki hægt að fullyrða að unnt hefði verið að bjarga íslensku bönkunum frá falli, jafnvel þótt vandað hefði verið betur til viðbúnaðarvinnu á árinu 2008. Slíkar aðgerðir hefði þurft að koma til miklu fyrr. Á hinn bóginn hefði vandaður undirbúningur verið til þess fallin að draga mun meira úr því tjóni sem fall bankana orsakaði. Þá það fjármálaeftirlitið sem rannsóknarnefndin segir hafi alls ekki staðið í lappirnar gagnvart íslensku bönkunum. Hluti skýringarinnar að fé skorti til að fylgja eftir örum vexti íslenskra fjármálastofnana en nefndin segir að því fari fjarri að það skýri allan vanda fjármálaeftirlitsins. Í skýrslunni segir að á skorti að fjármálaeftirliti sýndi í eftirlitsstörfum sínum nægilega festu og ákveðni við úrlausn og eftirfylgni mála. Fjármálaeftirlitið á samkvæmt lögum að krefjast þess að fjármálastofnanir bæti úr innan hæfilegs frests. Ef þær gera það ekki, hefur eftirlitið þvingunarúrræði til að bregðast við því. Dæmi eru að í slíkum málum hafi verið látið við það sitja að senda skriflegar athugasemdir til fjármálafyrirtækisins sem í hlut á.
Bæði eru dæmi að verulega hafi dregist að ráða bót á því sem úrskeiðis hefur farið og að fyrirtæki hafi sýnt mótþróa í því sambandi. Mat nefndarinnar að annmarkar hafi verið á málsmeðferð, úrlausn og eftirfylgni margra mála hjá Fjármálaeftirlitinu. Sem dæmi það hvernig þessi vandi kristallaðist í framkvæmd má nefna mál þar sem deilt var hvort telja hefði átt skuldbindingar Actavis með áhættu skuldbindingum Björgólfs Thors Björgólfssonar hjá Landsbankanum. Landsbankinn taldi að halda bæri áhættu skuldbindingum Björgólfs og Actavis aðskildum í skýrslu stórar áhættu skuldbindingar. Þetta var lengi þrætt án þess að Fjármálaeftirlitið beitti úrræðum sínum. Þegar málinu loks lauk haustið 2007 hafði stór áhættu skuldbinding annars aðal eiganda Landsbankans að mati Fjármálaeftirlitsins verið langt umfram lögbundið hámark í rúm 2 ár í bókum bankans. Þrátt fyrir skýrlaga ákvæði reyndust afleiðingar þessa lögbrots engar fyrir Landsbankann. Rannsóknarnefndin segir Jónas F.R. Jónsson, fyrrverandi forstjóri Fjármálaeftirlitsins, hafa með þessu sýnt athafnaleysi sem hún telur vanrækslu í starfi. Já, og það kannski rétt að taka það fram að þeir seðlabankastjórar Davíð Oddsson og Eiríkur Guðnason sáu sér ekki fært að veita viðtal í dag, en Ingimundur Friðriksson, þriðji seðlabankastjórinn á þessum tíma, vant látin hann staddur erlendis og náðust ekki í hann. En hjá mér staddur Jónas F.R. Jónsson, fyrrum forstjóri Fjármálaeftirlitsins. Velkomin. Takk. Hvernig slær þetta þig? Það sagt að þú hefur ekki staðið í lappirnar gagnvart bönkunum, þetta satt? Nei, og ég náttúrulega, svektur, ég tel þetta ósanngjarna gagnrýni sem ég fyrir og mér finnst lítið tillit tekið til þess sem var þó gert hjá Fjármálaeftirlitinu á þeim 3 árum sem ég var þar forstjóri. En þarna eru þó nefnd alls konar dæmi. Já, og ég á þetta eftir að fara í gegnum þessa skýrslu og væntanlega mun svara þessu einhverju leyti. En þegar ég kem inn í Fjármálaeftirlitið síðsumars 2005, þá voru íslenska bankakerfið búið að margfaldast á mjög stuttum tíma án þess að eftirlitið hefði fylgt eftir í vextinum. Starfsmenn eftirlitsins á þeim tíma voru 35 en fjármálafyrirtæki á Íslandi voru 38 og þá bætast nú við lífeyrissjóða og vátryggingafélög svo við tökum nú verkefnin sem voru í gangi. Það var líka staðan þannig að upplýsingakerfið var mjög slakt, valdheimildir voru ekki til nægjanlegar að mínu mati og við vorum líka með þá stöðu að fjárveitingar voru mjög nefnt skammtaðar. Allt þetta hefur væntanlega nefnt í andmælum mínum við nefndina en þó kemst hún að þessari niðurstöðu samt. En allt þetta var eitthvað sem ég var að vinna mjög mikið í og við skulum líta á árangur. Fjármálaeftirlitsins jókst á mínum tíma úr því að vera 300 milljónir í að vera 950 milljónir. Starfsmannafjöldin, fastir starfsmenn, þeim fjölgaði úr því að vera 35 yfir það að vera 56 og svo nokkri lausránir. Þetta gerðist allt gegn töluvert mikilli andstöðu bankana. Valdheimildir voru líka auknar, mest þá með lögunum 55 frá 2007 sem tóku gildi þar mitt árið að vorið. 2007, þar sem Fjármálaeftirlitið fekk auknar heimildir til stjórnvaldssekta, það var líka gert í mikilli andstöðu við bankana. En samt sem áður, Jónas. Þetta skiptir máli í samhenginu. Og ég beitti mig líka fyrir því að setja mjög markvissa upplýsingatæknistefnu og sá aðili sem var forstöðumar upplýsingatæknimála, hann segir beinlínis yfirlýsingu sem kemur fram í mínum andmælum að áður en ég kom hafi stjórnandi Fjármálaeftirlitsins ekki sýnt upplýsingatækninni neinn áhuga. Og hjá mér þá eykst til dæmis fjármunir úr 18 milljónum í 70 milljónum og þetta mjög hröð uppbygging og við skulum ekki gleyma því að ég var líka í mjög mikilli starfsmannaveltu. Eitt árið þarna 25% starfsmannavelta og það ekki auðvelt fyrir stofnun að eiga við mikla starfsmannaveltu en jafnframt að reyna að vaxa og til viðbótar hafa öll þau verkefni sem við vorum með og að kljást við stærstu og vinsælustu og sennilega öflugustu fyrirtæki landsins. En þrátt fyrir þetta allt saman sem þú ert að nefna og hefur væntanlega nefnt við nefndina þegar þú komst á framfæri þínum andmælum, nefndin tekur tillit til fjárskortsins í sinni skýrslu og sínum niðurstöðum en segir að samt sem áður hafi verulega skort á til dæmis eftirfylgni með málum. Það sagt beinlínis að þið hafið látið duga í mörgum tilfellum bara einfaldlega að senda bréf og síðan ekki fylgt í eftir. Já, nú þarf maður kannski að ræða einstök mál þegar maður gerir þetta, en ég ætla bara að nefna annað dæmi. Málsræði til dæmis á mínu tíma, milli 2006 og 2007. En þó hann hafi aukist og þó að það var svona batnaði í þinni tíð, það þarf ekki að vera að það hafi samt verið viðunandi. Hann til dæmis að minnka töluvert mikið. En það ekki markið sem við ættum að draga, hvað viðunandi og hvað ekki? Jú, ég ætla að segja. Með meiri mannskap og betri heimildum, þá náttúrulega vinnast mál oft hraðar. Og það náttúrulega svolítið broslegt að rannsóknarnefndin sé að gagnrýna málsræða sem hefur sjálf farið 60% fram yfir í sínum tíma.
Og við skulum athuga að þetta eru yfirleitt mjög flókin mál sem þetta eiga við. Þetta ekkert mál sem eru borðliggjandi, þetta eru mál sem kalla á mikið mat og fjármálaeftirlitið var nú í þannig umhverfi að til dæmis það voru gerða mikla sönnunarkröfur og mikla málsmeðferðarkröfur og við vorum til dæmis með mjög flókið mál sem snýr að Sparisjóði Hafnarfjarðar þar sem var farið alla leið í mjög erfiðu máli og fjármálaeftirlitið var rekið tilbaka og verulegar sönnunarkröfur gerðar til þess. Annað dæmi, umboðsmaður Alþingis sem situr reyndar í rannsóknarnefndinni, hann gerði töluverða málsmeðferðarkröfur og hefur gert til stjórnsýslunnar. Hann fór sérstaklega á fund hjá félagi lögfræðingi fjármálaþjónustu til þess beinlínis að hvetja fjármálafyrirtækin til að leita til sín ef fjármálaeftirlitið væri að beita það ofríki. Þannig að menn þurftu virkilega að hugsa alla anga og ég ætla líka að nefna eitt dæmi kannski sem ég held að sem er mikilvægt. Nú eru liðin 18 mánuðir frá hruni. Það eru búin að vera verulega rannsóknir á brotum á mörgum stöðum. Það byrjaði hjá fjármálaeftirlitinu að ég var þar með mjög ítalegum endurskoðunarskýrslum sem nú grunnurinn held ég að mörgum rannsóknunum. Síðan hafa bankarnir, skilanefndirnar, Kroll og fleiri verið að vinna og svo hefur sérstakur saksóknari verið að vinna. Og hvernig er staðan eftir alla þessa vinnu í 18 mánuði? Og þetta er helmingurinn af þeim tíma sem ég var. Já, ég er bara að segja hvað þessi mál eru flókin og rannsókn tekur tíma. Það er engin ákæra komin eftir 18 mánuði, þó liggur allt kerfið niðri og allt kerfið liggur niðri og það eru ekki skipulagðar blekkingar í gangi eins og rannsóknarnefndin segir að hafi verið í bönkunum. Við skulum taka sérstaklega eitt dæmi sem var nefnt í þessari umfjöllun sem við sáum hérna áðan. Það er Actavis og Björgólfur Thor Björgólfsson, málefni þeirra sem að Landsbankinn vildi ekki setja þetta saman í áhættu skuldbindingum hjá sér. Þetta mál dróst í ekki 1 heldur 2,5 ár hjá ykkur. Er það ekki algjörlega óásættanlegt? Ég get líka að segja hvað gerist. Það var farið í úttekt í Landsbankann, heildarúttekt og það sem gerist er það að nánast allir sem fóru í úttektina voru keyptir í burtu. Ég held ég farið rétt með að eftir hafi staðið einn maður og hann þurfti svo með aðstoð nýrra manna að reyna að klára loka skýrslu og þetta tók nú bara heilmikið tíma vegna þess að það kölluðu fullt af öðrum verkefnum á og eitt sviðið, lánasviðið, nánast tæmdist þarna á þessu ári sem var 2006 og síðan er þetta mál klárað. Það eru send mjög skýr skilaboð til Landsbankans að það beri að tengja saman Björgólfur Thor og Actavis. Og nú skulum við líka athuga það að þetta voru matskennda reglur sem voru ekkert kvitt og klárt, þetta var ekkert 100% og það var tölvöld deila við Landsbankan þetta atriði. Nú, það gerir síðan, stutt eftir að það er búið að senda þeim þetta, þeir eru búin að senda sín andmæli, að Björgólfur yfirtekur Actavis, málinu líkur og ég veit ekki meira þessum mínu sérfræðingum annað en það að þetta er komið í lag. Vissulega tók þetta langan tíma. Hvað hefði átt að gera? Hefði átt að reyna að fara á þessum tíma voru úrræðið að leita eftir fangelsisvist. Ég held að það hefði aldrei flogið að reyna að koma einhverjum í fangels út af þetta. En þrátt fyrir þetta hefur allt saman skánað í þinni tíð og allt það, þá lítur maður að sjá þegar maður skoðar þetta að ástandið var náttúrulega ekki gott og þessi stofnun fjármálaeftirlitið, hún hafði ekki burði til að sinna sínu hlutverki. Getur ekki skrifað undir það? Ég held að hún hefði getað gert það betur með meiri mannskap og auðvitað með upplýsingum hefði upplýsingarna verið betri því við skulum horfa á hvað er eina stóru niðurstöðunum. Stóru niðurstöðum er svo sem er auðvitað eðlileg að bankarnir, stjórnendur og eigendur þeirra beri auðvitað ábyrgð á rekstrinum og það voru þeir sem tóku viðskiptalegu áhættunar. En það sem mér blöskrar, vegna þess að ég hef auðvitað verið að hugsa í þessa 550 daga frá bankahruni, hvað var það sem fór úrskeiðis og nú er maður að sjá það að það virðist í miður blekkingum hafi verið beitt og menn hafi verið stjórnvöld sérstaklega fljúgandi blindflug. Berð þú einhver ábyrgð? Ég var auðvitað forstöðumaður fjármálaeftirlitsins á þessum tíma og get ekki vikist undan því að þetta hrundi á minni vakt. En ég tel mig hins vegar hafa gert allt sem í mínu valdi stendur, miðað við mannskap, miðað við heimildir, til þess að reyna að sinna starfi mínu sem best. Og þá bara að lokum, það er úrskurður nefndarinnar að niðurstaða að þú hafir sýnt af þér þarna vanrækslu í starfi. Já, ég er náttúrulega mjög Þegar þú lítur tilbaka, getur það verið rétt? Þegar þú skoðar það alveg heiðarlega? Þegar ég lít tilbaka og skoða það alveg heiðarlega, þá held ég að ég hafi skilað betri stofnun en ég tók við og ég get bent á eitt dæmi. En var þetta viðunandi, var þetta fullnægjandi starf? Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hann var hérna í úttekt sumarið 2008 og hann gefur umbreytingunni sem var að vera á fjármálaeftirlitinu góða umsögn. Við vorum ekki komnir alla leið, en hann gefur þessari breytingu sem var búið að gerast á stundum tíma góða umsögn. Carlo Jenneri, bankasérfræðingur frá Finnlandi, sem gaf álit á
starfsemi fjármálaeftirlitsins meðal annars, hann líka að segja að við vorum á rétti leið. Og hvað gerist þegar neyðarlögin voru sett? Fjármálaeftirlitinu var treyst fyrir að framkvæma neyðarlögin og það hefði ekki verið gert ef fjármálaeftirlitið hefði verið handónýtt stofnun. En var þetta viðunandi? Var þetta fullnægjandi starf? Við vorum auðvitað að reyna að bæta okkur og við hefðum þurft að komast lengra einfaldlega vegna þess að við vorum að tala bankakerfi sem var orðið ofvaxið þjóðinni og þetta hefði bara þurft að gera svo miklu fyrr. Skulum segja þetta gott. Takk fyrir. Takk. Já, rannsóknarnefndin enn hjá okkur og hún búin að hlusta á málflutning Jónasar F.R. Jónssonar og nefndamenn fá þá kannski tækifæri núna til þess að bregðast við gagnrýni hans á störf nefndarinnar. Já, við skulum kannski aðeins ræða þetta svona til að byrja með það sem að Jónas F.R. að nefna og hún náttúrulega svolítið áleitin þessi spurning. Getur ekki verið að stjórnendur fjármálaeftirlitsins beri talsvert minni ábyrgð heldur en þið eruð að tiltaka vegna þess að starfsmannaveltan þarna alveg yfirgengileg, menn eru keyptir yfir í bankana til dæmis, eftirlitið fær ekki þá fjármuni sem að þarf til þess að viðhalda starfsemi sinni gagnvart þessu örststækkandi bankakerfi, ekki heilmikið til í þessu hjá Jónasi? Það sem Jónas var að telja hér upp á þann ekki það sem að talið var honum til vanrækslu. Það sem talið honum til vanrækslu að þegar stofnunin, og gerum okkur grein fyrir því að auðvitað kom stofnunin ekki yfir allt út af manneklu, en þegar þeir fundu lögbrot, þá vantaði alveg slagrættin í að kýla þetta áfram og klára. Er það ekki bara vegna þess að hún var fáliðuð þessi stofnun og það ekki stofnuninni sjálfur að kenna ef svo er? Nei, en stofnun verður að forgangsraða og það verður alltaf þegar menn finnir lögbrotin. Það verður það að vera í forgangi til þess að stofnunin ná einhverjum slagkraft í störf sín. Það þýðir ekki að láta þegar loksins stofnun finnur eitthvað að láta það þá dumma og dunga. Þar verður að keyra hlutin áfram og það þar sem við finnum að. Og það þá með almennir stjórnun að koma ekki á beittari málsmeðferð, raunverulega að taka af skarið. Það geta allir sagt, auðvitað þetta matskennda reglur. Og þær matskenndu reglur sem hér voru að vísa til eru þau á þeim stað í lögunum þar sem fjármálaeftirlitið hefur öðruleyti heimild til þess að setja þá nánari reglur ef þetta of óljóst. Þannig að það raunverulega ekki svör. Það verður einfaldlega að taka af skarið, móta stefnu, móta fordæmi, keila þetta áfram og menn voru of linir og ég skal ekki segja kurteis við bankana, það vantaði miklu meiri slagkraft í störfum. En ef þeir hefðu beitt sér meira gegn bönkunum eða til að hafa... Það örugglega orðið slagsmál en það bara hluti af störfum stjórnvalda. En hefðu þá ekki rauninni gengið gegn stjórnarstefnunni líka? Þeir eru vafalaust gert það, en fjármálaeftirlitið sjálfstæð stofnun. Hefur sjálfstæð lög til að starfa eftir og á að fylgja þeim. Má draga þetta saman þannig að því að þetta er svolítið stór spurning. Er hægt að orða það þannig að bankarnir hafi valsað hér nánast eftirlitslausir vegna þess hvað eftirlitsstofnanirnar voru veikar? Nei, ég tel svo nú ekki vera, en eins og kemur fram, ef það fundi lögbrot, þá verður náttúrulega að fylgja því eftir. Og leið og þú sýnir einu sinni, þú fylgir ekki eftir lögbroti, þú ert að senda ákveðið merki og þá minnkar virðingin fyrir eftirlitinu. Ég meina, það aldrei hlutverk eftirlits að vera vinsælt og vera í ykkur vinsældarkosningu. Og það sem við sjáum, sérstaklega þegar við förum að sjá þegar FSA, fjármálaeftirlit Bretlands, fyrir að skipta sér að Icesave-reikningunum hérna heima, þá bara allt önnur starfsemi í gangi þar og allt öðruvísi viðhorf. Og við fáum það meira frá bankastjóra KSF, Kaupthing Singer og Friedlander í Bretlandi, að þegar þeir kom í heimsókn, þá bara var allt lið upp á dekki. En það var ekki alveg svoleiðis móttaka þegar fjármálaeftirlit okkar kom í heimsókn. Og ég tel að það hljóti að skapa ákveðin svona umhverfi ef þú fylgir ekki fast og eftir þeim málum sem þú að minnstakosti finnur. Ef við víkjum að samantæktin hennar Brynju hérna áðan, þá lýsir það eiginlega svona átakanlegri einangrun Íslands þarna á síðustu mánuðunum fyrir hrunið. Hvaða ályktanir dragið þið af þessari stöðu sem var komin upp í samskiptum Seðlabanka Íslands og erlendu seðlabanka? Það fyrsta atriði nú að erlendu seðlabanki lögðu mjög hart að Íslendingum að beita sér fyrir því að fjármálakerfin hérna og bankarnir yrðu minnkaðir og þá með valdbeitingu á þyrfti að halda. Það þurfti vantilega að setja sérstök lög það en þetta það sem að þeir bjóðast á til að aðstoða okkur við
það ekki að láta þetta reyna og það þá bara þannig að eftir 4. apríl, ég fyrir ekki 4. maí, fundur G10 seðlabankastjórana, þá raunlega allt lokað að leggst á okkur að fá fyrirgreiðslu í nágrannalöndum okkar, nema hjá Norðurlöndunum, en þar setja menn afarkosti og í skýrslunni vikið að skjali í kafla 4 þar sem gerður var skiptasamningur við Norðurlöndin og það mjög óvanlegu aðdragandi að þessu skiptasamningi vegna þess að norrænu seðlabankastjórarnir 3, þeir segja að það verður að fá hér undirritaðan samning að íslensk stjórnvöld lofi að beita sér fyrir því að bankarnir verði minnkaðir og að beita sér ákveðin hátt hér í kjaramálum, beita sér ákveðin hátt hér í endurskoðun á íbúðalánasjóði og fleira. Og undir þennan samning skrifa bankastjórarnir eða bankastjórn Seðlabankans og 3 ráðherrar og þessi samningur hefur ekki komið fyrir augu almennings áður. Hann var ekki einu sinni lagður fram í ríkisstjórn. Þannig að ríkisstjórnin eða forystumenn ríkisstjórnarinnar gera samning við norrænu seðlabankana kjaraþróun og efnahagsaðgerðir hér. Það sem ákveðnar yfirlýsingar slíkt mál. Og þetta fer aldrei fyrir ríkisstjórnin? Nei. En í hvað stöðu eru stjórnvöld á þessum tíma? Það er voðalega auðvelt hlýtur að vera núna eftir á að segja menn hefðu átt að gera hitt og þetta, menn hefðu átt að vinda ofan að kerfinu, smækka það minnka. En náttúrulega staðan þannig þegar komið fram á árið 2008 að þá þurfa bankarnir mögulega vera að selja eignir sínar á algjöru brunaútsölu því að það voru kannski ekki margir kaupendur til og það var örugglega ekkert einfalt að smækka kerfið. Jú, en eins og betur á í skýrslunni þá verða auðvitað stjórnvöld að taka afstöðu út frá almannahagsmununum. Bankarnir eru hins vegar með sína einkahagsmuni og það er stjórnvald að gæta því að áfallið, tjónið af þessum hlutum verði sem minnst. Og það sem við erum að gagnrýna, þetta eru gagnrýnisatriði sem lúta því að það hefur skort á að menn brygðust við, menn sinntu þegar að tilefni var til og það eru þetta allt atriði sem beinast að því að draga úr því áfalli sem að annars hefði orðið. En nú verðist eins og til dæmis sem Seðlabankinn hafi allavega lengi vel bent á þær brotalamir sem voru og hættuna sem var yfirvofandi. Hvers vegna eru þá seðlabankarnir í hópi þeirra sem þið teljið seka vanrækslu? Sko, eins og Geir benti á, hefur benti á þegar hann ræddi við okkur meðal annars, var það að þrátt fyrir Seðlabankinn benti á þetta og gerði hann það ekki verulega formlega. Það var ekki gert á verulega formlegan hátt, númer 1. Númer 2, á sama tíma þá eru þeir að lækka bindiskyldu á innlán erlendis og eru að auka útlán til þeirra, ekki bara útlán til þeirra, heldur líka útlán til þeirra með veðum í skuldabréfum þeirra. Svo þess að merkin sem voru komið frá Seðlabankanum voru kannski tvíeggja. En var það ekki nákvæmlega partur af því að halda bönkunum á floti? Jú, en það eru þá tvíeggja merki að segja að það þurfa að grípa til aðgerða gegn þeim út að þeir eru að falla en á sama tíma að vera að lána, með svo mikla lánafyrirgreiðslu. Allan að mögulega tvíeggja eða svona tvískinningur í því. Og það var aldrei formlega lagt fram neina tillögur hvernig ætti að bregðast við frá Seðlabankanum heldur. Spurningin laut í raunum voru að þessum atriðum þar sem gerðar eru athugasemdir við störf Seðlabankastjórana á grundvelli þessum vanrækslu sé að ræða. Þau atriði beinast einungis að tveimur þáttum. Það eru viðbrögð í tilefni af erindi sem kemur og vitneskju sem kemur fram í byrjun ágústmánaðar vegna stöðu í málefnum Landsbankans og möguleika á flutningum Icesave-reikningana til Bretlands og hins vegar eru það atriði sem að lúta að Glitnishelginni og þeim afgreiðslu. Mjög ekki gleyma því og það er búið að koma hér fram hjá okkur að það eru ýmis atriði þar sem fundið að starfsháttum Seðlabankans varðandi hagstjórnina og margvíslegar ákvarðanir eins og veðlán og annað en þeir voru þó Seðlabankastjórarnir að koma framfæri athugasemdum sínum við ríkisstjórnina að það þyrfti að grípa til aðgerða og upplýsa ríkisstjórnunum þetta og við vorum að átta okkur á því að hvað gerðist síðan á endanum Glitnishelgina. Þá fór bankastjórnin líka til ríkisstjórnarinn og sagði við getum ekki ráðið við þetta, ríkisstjórnin verður að taka við
og það er svo aðstæða sem var þarna fyrir hluta ársins að það var verið að færa ríkisstjórninni fréttir. Við getum svo spurt okkur hvers vegna var ekki brugðist við og við gerum í skýrslunni ítarlega grein fyrir þeim sjónarmiðum sem að koma fram af hálfu þessar aðila hugsanlegar ástæður fyrir því og það er alveg ljóst að það var ekki allskostar trúnaður sem að ríkti milli þá ráðherra Samfylkingarinnar. Nú við bendum líka á það og höfum orð fyrirverandi forsætisráðherra fyrir því að þeirra samband fyrir samstarf, vinátt og annað hafði áhrif. Þannig að það eru slíka atriði líka sem að þarna koma inn í. Það er einmitt eins og bara persónuleg vinátta og óvinátta hafi ráðið mjög miklu í atburðarásinni þetta síðasta ár. Hún flækir atburðarásinni geysilega mikið og sérstaklega eru þetta átök og einhvers konar óvild á milli formanns bankastjórnar og Samfylkingarinnar. Og það er eins og sé dregið allt í efa sem Davíð kemur með fram af því þetta kemur frá fyrirverandi stjórnmálamanni. Þannig að það er ekki heppilegt að það sé þá niðurstaðan þessu að fyrirverandi stjórnmálamenn sem hafa verið svona atkvæðamiklir séu á þessum stað, hlýtur að mega segja. En hvað með það líka vekur svolítið athygli, það er að þetta rosalega samskiptaleysi og þessi átök sem eru á milli bankastjórnar, Seðlabankans og svo mannan á gólfinu þar ef við getum sagt sem svo, hagfræðinga og annarra sem að ættu nú að vera undirbyggja þessar miklu ákvarðanir sem að teknar eru þarna á síðustu metrunum og það virðist að vera voðalega tilviljanakennt. Já, það vekur athygli að það virðist ekki vera mikið samband milli fólksins sem að vinna í Seðlabankanum, sumsaði og bankastjórnarinnar og við höfum fengum í hendunar og segjum frá því í skýrslunni hverja tillögur þeirra eru að ákveðnum vaxta ákvörðunum og þess háttar og það er iðulega teknar ákvarðanir sem eru ekki kannski alveg í takt við það og í raun þá telja hagfræðingarnir í deildinni að það hefur verið á sumanhátt verið að grafa undan trúverðuleika peningastefnunar af yfirstjórn bankans. Svoleiðis að það er náttúrulega verulega varhugavert ef það var. Ég held að við ljúkum þessi í bili, við tölum við ykkur aftur á eftir, en já, þökkum ykkur fyrir í bili. Þegar rannsóknarnefndin tilkynnti að útgáfu skýrslunar hefði verið frestað fyrir nokkru, sagðist einn nefndarmann að vera grátinær yfir efni hennar og því var jafnvel velt upp hvort lögreglan þyrfti að hafa sérstakan viðbúnað að kvöldi útgáfu dagsins. Dómsmálaráðherra sagði í gær að lögreglan myndi gera skyldu sína ef eitthvað slíkt kæmi upp. Það var lítið á mótmælaaðgerðum en þó kom hópur fólks saman fyrir utan Alþingishúsið í dag og myndi ríkisstjórnina með táknrænum hætti á Skjaldborgina margum töluðum. Björn Malmquist var við Alþingishúsið fyrir nokkrum mínútum, mótmælendur voru farnir en ummerki þá voru á stéttinni fyrir framan þinghúsið. Við erum stödd á Austurvelli í miðborg Reykjavíkur, þessu sögusviði einna mestu átaka sem að verið hafa í íslensku þjóðfélagi á undanförnum árum og jafnvel áratugum. Það var rólegt hérna í dag, en eftir hádegið kom hins vegar allstór hópur fólks með lyklana sína að bílunum og húsunum sínum, kom hérna að Alþingishúsinu og fleygði þessum lyklum að húsinu, kannski sem táknum að þetta fólk vill úrbætur, það vill Skjaldborgum heimilin sín og eigurnar sínar og því líkar ekki það sem hefur verið gert til þessa. Fólki kom hingað og fleygði þessum lyklum. Nú liggja þeir hér, kannski sem táknum fólk og þjóð í kröggum. Og hana nú. En leið og lögum rannsóknarnefndina voru sett var ákveðið að skipa vinnuhóp til að meta hvort skýringu á hruninu væri að finna í starfsháttum og kannski ekki síður í siðferði. Sá hópur skoðaði meðal annars hugmyndafræði, einkavæðingu, stjórnmálalífið, fjölmiðla og forsetaembættið. Við sjáum hér samantekt Ragnhildar Thorlacius. Íslendingar eins og flestar þjóðir, stoltir af uppruna sínum. Orðfærið sem notað var vösku ungu Íslendingana sem sópuðu að sér flugfélögum, hótelum og verslunarkeðjum erlendis var sótt beint til upprunans. Útrás, strandhögg og víkingar. Siðfræðihópurinn bendir á að borgarar í lýðræðisríki beri ábyrgð á stjórnvöldum. Hugmyndafræði afskiptaleysis hafi rutt sér til rúms undir lok síðustu aldar og sú hugmyndafræði sé meginástæða þess að bönkunum var leyft að vaxa gríðar mikið.
Nefndin tekur dæmi úr skýrslu viðskiptaráðs frá árinu 2006, þar sem segir að því meira sem frelsið sé, því meira svigrúm hafi viðskiptalífið til að vaxa og dafna. Ísland ætti því að setja sér það markmið að verða frjálsasta þjóð heims árið 2015. Siðfræðihópurinn bendir á að skýrslan hafi verið unnin í samvinnu við áhrifafólk úr íslensku viðskiptalífi, háskólum og menningarstofnunum. Styrkir útrásarvíkinga til menningarstofnana hafi gert mörkin milli hins opinbera og einkageirans óskýran og þannig hafi fjármálamenn fengið óvenju háan sess í samfélaginu. En það er varla sanngjarnt að borgarar beri ábyrgð nema þeir séu vel upplýstir. Margir hafa bent á að fjölmiðlar hafi varpað dýrðarljóma á viðskiptalífið og forkólfa þess. Siðfræðihópurinn segir að það hafi ekki verið sýnt fram á bein áhrif eigenda og fréttaflutning en að sjálfsritskoðun virðist útbreidd. Mörkin milli frétta, skemmtiefnis og auglýsinga hafi riðlast og sumir viðskiptafréttamenn hafi vingast úr hófi fram við þá sem þeim var ætlað að fjalla um. Þar vitnar nefndin til viðtals við Jón Kaldal, fyrrverandi ritstjóra Fréttablaðsins. Jón segir að stundum þegar upp hafi komið erfið mál hafi ekki verið hægt að nota viðskiptablaðamennina. Samband sumra þeirra við umfjöllunarefnið hafi verið orðið of kósí. Siðfræðihópurinn telur að þessi þróun hafi sjálfsagt haft meiri áhrif en bein afskipti. Hópurinn lét greina fjölmiðla umfjöllun banka og fjármálafyrirtæki á árunum 2006 til 2008. Mestan part var umfjöllun fjölmiðla viðskiptalífið á þessum árum hlutlaus, en jákvæðu fréttirnar voru engu að síður miklu fleiri en þær neikvæðu. Í skýrslunni segir að algengast hafi verið að uppspretta fréttana væru viðtöl eða fréttatilkynningar og upplýsingafulltrúar fjármálafyrirtækjanna hafi gert sitt til að skekkja myndina og embættis og háskólamenn hafi verið ófúsir að tjá sig. Þetta hafi gert frétta og blaðamönnum erfitt fyrir. En nefndin bendir líka á að jarðvegur fyrir gagnrýni í samfélaginu hafi ekki verið frjór. Kannski vegna þess að meginþorri fólks naut góðs af góðareinu. Að neysluhyggjan hafi ráðið ríkjum eins og siðanefndin kemst að orði. Innan bankana tröllreið neysluhyggjan líka öllu og siðfræðihópurinn segir að þar hafi menn reynt að bjarga sjálfum sér með öllum ráðum. Bankarnir hafi brugðist við öllum merkjum veikleika með því að setja upp Pótemkintjöld. Litið hafi verið á reglur sem hindranir, eins og viðtöl við nokkra fyrrverandi regluverði bankana bera vitni um. Regluverðir eiga að bera ábyrgð á að bankarnir fylgi reglum á fjármálamarkaði. Arnar Þór Jónsson sem eitt sinn starfaði hjá Íslandsbanka upplifði starfið þannig að hann ætti að halda sig saman og skrifa undir. Og Ólöf Embla Einarsdóttir sem var regluvörður hjá Kaupþingi segir að menn hafi verið sjúklega uppteknir af gengi á hlutabréfamarkaði. Það hafi skapað óheilbrigt andrúmsloft, yfirstjórnin hafi fengið þetta á heilan. Í þokkabót voru bankamennirnir margir hverjir reynslulitlir eins og kemur fram í viðtali við Kristján Gunnar Valdimarsson, fyrrverandi skattalögfræðing Landsbankans. Hann segist gera ráð fyrir að það hafi verið meðvituð stefna að losna við alla með hefðbundna bankareynslu og bankaþekkingu. Og siðfræðihópurinn segir að í fjármálafyrirtækjunum hafi þröngum lagareglum ekki verið fylgt. Nokkrum árum áður við einkavæðingu bankana hafði vinnureglum líka verið vikið til hliðar. Í skýrslu rannsóknarnefndarinnar segir að til að byrja með hafi verið miðað við að kjölfestu fjárfestir í bönkunum sem átti að einkavæða þyrfti að uppfylla faglegar kröfur reynslu og þekkingu á fjármálaþjónustu og að aðkoma hans þyrfti að auka samkeppnishæfni bankans. Þessum kröfum hafi ekki verið framfylgt í loka áfanga einkavæðingarinnar sem hófst í kjölfar bréfs frá Samson-hópnum. Það er Björgólfsfeðgum og Magnúsi Þorsteinsinni. Þá var ljóst að erlendir bankar hefði ekki lengur áhuga á að kaupa í þeim íslensku. Þá hafi líka verið orðið brýnt að ljúka sölu bankana fyrir lok kjörtímabilsins vorið 2003 því að það hafi verið eitt af pólitískum markmiðum ríkisstjórnar Sjálfstæðis og Framsóknarflokks. Og þá hafi líka þótt mikilvægt að afla fjár í ríkissjóð, sérstaklega erlendan gjaldeyri. Raunar telur rannsóknarnefndin að pólitísk markmiðum að ljúka einkavæðingunni hafi haft slíkan forgang að faglegum markmiðum hafi verið vikið til hliðar. Steingrímur Ari Arason var fulltrúi fjármálaráðherra í einkavæðinganefnd þar til hann sagði sig úr henni í september 2002. Daginn eftir að ákveðið var að ganga til viðræðina við Samson kaup á hlut ríkisins í Landsbankanum. Hann sagði að ástæðan væri vinnubragð í aðdraganda ákvörðunarinnar. Aðrir áhugasamir kaupendur hefðu verið sniðgengnir. Í skýrslutöku hjá rannsóknarnefndinni sagðist Steingrímur Ari vera 99,9% viss að Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson hafi tekið ákvörðun að selja báða bankana samtímis og að ganga til viðræðina við S-hópinn kaup á Búnaðarbankanum
og Samson-hópinn kaup á Landsbankanum. Valgerður Sverrisdóttir var iðnaðar- og viðskiptaráðherra á þessum tíma. Í skýrslutöku hjá rannsóknarnefndinni sagði hún að það hefði legið í loftinu að Davíð vildi að Samson keypti Landsbankann. Og Valgerður sagði líka að Halldór Ásgrímsson hefði gjarnan viljað að Kaldbakur og Samson-hópurinn yrðu einn. Siðfræðihópurinn segir að frásagnir þeirra sem komu að einkavæðingunni sýni hvernig ítrekað var farið á svig við vandaða starfshætti. Það hafi víða verið reyndin í stjórnkerfinu og siðfræðihópurinn fullyrðir að íslensk stjórnmálamenning sé vanþroskuð. Ofur áhersla sé á kappræðu á Alþingi. Þar viki þekking og rökræður fyrir hernaðarlist og valda klækjum. Þingið eigi erfitt með að rækja eftirlitshlutverk sitt, meðal annars vegna þess hve lítið faglegt bakland það hafi. Siðfræðihópurinn fjallar líka forseta Íslands og segir hann hafi gengið hart fram í þjónustu sinni við útrásarfyrirtæki og einstaklingar sem stýra eða stýrðu þeim. Nefndin bendir á að það beri að hafa í huga að þegar forseti talar sem fulltrúi þjóðar sinnar sé jafnan hlustað og því skipti máli við hverju hann talar og hvað hann segir. Ólafur Ragnar Grímsson hafi beitt sér fyrir því að draga upp fegraða, drampsama og þjóðerniskennda mynd af yfirburðum Íslendinga. Menn eru fullir eftirvæntingar og finnst spennandi að sjá hvað íslensku fyrirtækin að gera. Í skýrslu siðfræðihópsins eru birt brot úr bréfum sem forsetinn skrifaði í þágu íslenskra fyrirtækja. Í bréfi sem forsetinn sendi krónprinsinum í Sameinuðu arabísku furstadæmanum í apríl 2008 í þágu Kaupþings segir að hann sjálfur og aðrir Íslendingar séu ákaflega stoltir af afrekum bankans sem sé í forystu í íslenska hagkerfinu. Hann veiti Kaupþingi sín bestu meðmæli. Fagmennska starfsfólks og stjórnanda Kaupþings hafi gert það að verkum að bankinn væri meðal þeirra evrósku banka sem vegnaði hvað best. Nefndin telur að það þurfa að skýra hlutverk forsetans í stjórnarskráni, setja reglur hlutverk og verkefni hans og æskilegt væri að embættið setti sér siðareglur. Siðfræðihópurinn birtir upplýsingar stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka sem fengu styrki frá bönkunum. Sá listi of langur til að hægt sé að birta henni í heild sinni, en rétt að vísa áhugamönnum styrki til stjórnmálamanna á blaðsíðu 164 í siðfræðihluta skýrslunar. Siðfræðinefndin gerir athugasemdir við þróun mála kvöldið og nóttina sem Glitnir var þjóðnýttur. Geir Haarde, Össur Skarphéðinsson og Árni Mathiesen hafi nánast ekkert skriflegt haft fyrir sér þegar þau tóku ákvörðun að taka Glitni yfir. Viðskiptaráðherra sem fór með bankamál var ekki viðstaddur. Það veki athygli á því vantrausti sem ríki á milli fólks í stjórnsýslunni og að misbrestur sé á að ráðherrar séu upplýstir. Líklega er við hæfið að ljúka þessari yfirferð með tilvitnun í Styrmi Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóra Morgunblaðsins, en hann sagði í viðtali við nefndina: Ég er búin að fylgjast með þessu í 50 ár. Þetta er ógeðslegt þjóðfélag. Þetta er allt ógeðslegt. Það eru engin prinsip, það eru engar hugsjónir. Það er ekki neitt. Það er bara tækifærismennska, valdabarátta. Já, hingað er komin vinnuhópurinn siðferði. Það eru þau Kristín Ástgeirsdóttir, Vilhjálmur Árnason og Salvur Nordal. Verið velkomin. Takk. Þessu lauk ekki beint á jákvæðu nótunum, en þið í siðfræðihópnum þið hafið skoðað efnahagshrunið svona út frá svolítið víðara samhengi heldur en rannsóknarnefndin og farið allt aftur til einkavæðingar. En svona þegar maður lesi í gegnum skýrslunni ykkar þá fær maður á tilfinninguna að þetta eigi sér einhvern veginn allt saman dýpri rætur. Þetta eigi sér einhverja rætur í svona samfélagsgerðinni. Er þetta rétt hjá Styrmi? Er þetta samfélag bara ógeðslegt? Já, hann er eflaust að lýsa þarna einhverjum heimi sem hann hefur fengið innsýn í sem sjálfsagt ritstjóri Morgunblaðsins langs tíma og innsýn í stjórnmálin og hið opinbera líf sem að má segja að við erum í rauninni að benda á það að til dæmis að þessir atburðir sem að urðu í bankakerfinu að þeir verði ekki skýrðir nema með því að setja þá í stærra samhengi og í rauninni er okkar megin niðurstaða sú að svona helstu innviðir lýðræðis samfélagsins hafi reynst vera veikburða og í samfélagi þar sem að lýðræðis innviðirnir eru veikir, þar auðvitað skapast óþarlega mikið svigrúm fyrir vald einstaklinga og eitt dæmi það til dæmis sem við tökum að þjóðhagsstofnun var lögð niður og það er svona ákveðið óþol hjá ráðamönnum gagnvart sérfræði og fagmennsku. Ég held að þessi vegna þess að það takmarkar þetta gerræði valdsins og það sem gerræði valdsins ræður
þar ógeðslegt samfélag. En þetta ekki líka bara svona í samfélagsgerðinni hjá almenningi? Þetta ekki hvatvísi þjóðarinnar svona sem stundum við talaðum og var til dæmis hælt mjög mikið í útrásinni að það væri hægt að taka ákvarðanir svo hratt, það væri svo flatt skipuritið og allt gengi svo hratt og örugglega fyrir sig. Þetta ekki líka eitthvað í samfélagsgerðinni? Það eru ábyggilega ákveðin einkenni sem eru í okkar samfélagsgerð sem spila þarna inni og skapa ákveðin jarðveg. Þannig að við verðum mjög móttækileg fyrir ákveðnum hlutum eins og til dæmis við virðumst ekki kippa okkur mjög mikið upp við það að það sé kannski sett fram ákveðin stefna hjá stjórnvöldum, til dæmis eins og í sambandi við einkavæðinguna, en síðan svo bara breyttum kúrs tiltölulega með skömmum fyrirvara og hlutinni gerðir allt öðruvísi. Og það ákveðin, ég meina, við erum greinilega móttækileg fyrir því að fólk vinni svona. Og ég held að það ákveðin, það kemur mjög skýrt fram í gegnum alla okkar skýrslu og náttúrulega hjá rannsóknarnefndinni í heild þessari skýrslu, að það lítil virðing hérna fyrir lögum og reglu. Og það mjög áberandi í starfsháttum bankana, en þetta dálítið almennt vandamál. Þetta kemur líka fram í starfsháttum innan stjórnkerfisins og það virðist vera að almenningur sé ekkert mjög upptekinn af því þó að fólk sveigi svolítið reglurnar og jafnvel talsvert mikið. En nú alltaf talað lengi vel talað Ísland sem mögulega fjármálamiðstöð, það var talað að hér mætti stækka bankakerfið og gefa í rauninni sleppa bönkunum dálítið lausari heldur en annar staðar og þetta gæti orðið lyftistöng fyrir þjóðina. Er hrunið að einhverju leyti bara hugmyndafræðilegt, getum við sagt? Já, auðvitað þetta hrun ákveðina hugmynda sem var siglt með okkur í þrot og eins og skýrslan auðvitað sýnir þá þetta þróun sem næri yfir langt tímabil. Og í raun og veru getum við farið töluvert langt aftur í tíma til að skoða ákveðin einkenni og það var auðvitað mjög fróðlegt að gera það svona sögulega. Til dæmis pólitískar stöðuveitingar sem hafa verið viðvarandi vandamál á Íslandi bara frá því að við fengum heimastjórn 1904 og sem að einmitt við sjáum dæmum í öllu þessu máli hvað hefur leitt af sér og þá vorum við þetta að tala seðlabankastjóra og það hvað hans pólitíska fortíð skapar mikla tortryggni og það auðvitað, já, það mjög margt í þessu ferli sem að á þarna hluta máli. Þú átt á við að burt sér frá kostum og göllum og hæfileikum Davíðs Oddssonar. Þú átt á við bara það að hafa pólitísk skipaðan seðlabankastjóra til að mynda, að það ali á tortryggni. Það þýðir það mjög oft að það eru ekki fagleg sjónarmið sem ráða. Við vitum það náttúrulega gegnum tíðina, til dæmis varðandi seðlabankastjóra, það hafa ekki ráðið fagleg sjónarmið. Og það eitt af því sem að skín út úr þessari sögu allri. Það einmitt það skortur á fagmennsku í stjórnkerfinu, hjá embættismönnum, hjá stjórnmálamönnum og jafnvel svona tortryggni eða ég segi nú ekki hræðsla við fagmennsku en henni ekki sinnt. Nú var eftir hruni þá var lögð geysileg áhersla á það yrði nýtt upphaf og hér yrði ný og breytt þjóð með betri siði og allt það. Hefur eitthvað breyst hér? Höfum við tekið okkur á og látið á gömlum ósiðum í þessum efnum? Það er líklega alltaf snemmt að segja það. Ég held að við erum búin að lifa mjög sérstakann tíma núna síðustu mánuði frá október 2008 og ég held að það sé líka athyglisvert að viðauka okkar skýrslu er eftir doktori í félagslegri sálfræði og skýrir svona hópsálfræði. Ég held að við verðum að sjá þetta ástand núna töluvert frá svona sálfræðilegu sjónarmiði að fólk, þjóðin hefur verið í losti og svona það er ekki komin kannski hún er ekki komin á þann stað þar sem raunveruleg uppbygging getur hafist bara sálfræðilega og þess vegna svo mikið tönlast á því í rauninni það hefur ekkert breyst og jafnvel það mun ekkert breytast og hvað er annað sagt, það verður ekkert í þessari skýrslu og það tala mjög neikvætt inn í ástandi og sumir vilja nærast á þeirri hugsun. En ég held að til dæmis að þessi skýrsla núna, hún getur kannski virkað sem ákveðin svona
ákveðin hreinsun og því að hún kemur hér með mjög málefnilegan grundvöll til þess að byggja á, en það auðvitað ekki nema sem sé, það mun ekki hafa neinn áhrif nema móttökuskilyrðin í samfélaginu verði mjög búi hæginn fyrir uppbyggingu á grundvellinnar. Og þar held ég að við verðum að temja okkur betri svona umræðusiði. Það verið stórhættulegt að fara með þessa skýrslu í skotgrafir stjórnmálanna og ég held við þurfum að læra að tala betur saman og hlusta og virða. Bætið við sko að þetta hvort eitthvað hefur breyst. Mér finnst allt og lítið hafa breyst. Mér finnst sko þurfa að hreinsa miklu meira til og nú bara verða að koma því að sko nú verða menn að taka sig alvarlega á í því að fara yfir íslensku stjórnarskrána og gera á henni breytingar. Það getur ekki beðið lengur. Það verður að skýra til dæmis hlutverk forseta Íslands, ábyrgð ráðherra og fleira. Þetta má ekki bíða. Já, en líka með breytingar að ég held að margt af því sem þarf að breytast hér og ég held að kannski, og það hefur kannski ekki mikið breyst vegna þess að þetta er mjög stórt verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Sko ástæðan fyrir því að svona illa fer og ástæðan fyrir því að þessi hugmyndafræði kannski hefur verið kallaðan af það sem er svona að við viljum ráða okkur sjálf og hafa mikið svigrúm. Þetta er alltaf djúpt í okkar samfélagsvitund og okkar sögum og fortíð. Þannig að við þurfum mjög mikið átak og mjög alvarlegt átak til þess raunverulega að breyta þessu. Og ég held að þetta er ekki eitthvað sem gerist á skömmum tíma og við verðum öll að vilja vanda hérna starfshætti til þess að verði breyting. Við verðum að gera kröfur til stjórnmálamanna til að gera það, en við verðum líka að vera þá gagnrýnin þegar menn eru ekki að fara eftir þessum reglum. Við verðum að sýna þeim líka þá aðhald og við verðum líka að taka þetta alveg heim til okkar, að við verðum hvert og eitt líka að fara að bera meiri virðingu fyrir lögunum og reglunum því ég held að þetta sé svo djúpt. Og þess vegna það er ekki við því að búast að þetta verði sársaukar lítið og þetta breytist bara á stuttum tíma vegna þess að nú sé komin skýrsla og allir sem búin að lesa 2000 síður að þá sé hugsunarhátturinn breyttur. Það þarf miklu meira til. Við erum líklega bara rétt að byrja. Við verðum að segja þessu lokið í bili. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Við verðum hérna á eftir með rannsóknarnefndina sjálfa. Já, alvarlegar athugasemdir eru gerðar við ofvöxt og fjármögnun bankana og útlán þeirra í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Í öllum bönkunum 3 voru eigendurnir frekir til fjárins. Kristín Hrafnsson fjallar nú þann þátt í skýrslunni sem snýr að rekstri bankakerfisins fram að hruni. Alvarlegar athugasemdir eru gerðar við fjármögnun bankana í rannsóknarskýrslunni þegar styttist í hengingarólinni og að bönkunum þrengist. Bankarnir fara þá leið að fjármagna sig með erlendum innlánum og þekkja menna iSave og Kaupþing Edge. Þessi fjármögnun er kvik og hreyfanleg og afar viðkvæm fyrir umræðum stöðu efnahagsmál á Íslandi eins og raunin var. Þessi innlán urðu í raun banabiti bankana. Eftir að lausafjárkreppan hófst 2007 jukust einnig veðlán verulega. Þau jukust úr því að vera 2 milljarðar evra í 9 milljarða evra þegar bankarnir hrundu. Tæplega helmingur veðlána við fall bankana voru frá Seðlabanka Evrópu. Rannsóknarnefndin bendir á að mikill eðlismunur er á skuldabréfalánum til dæmis 3 til 5 ára og skammtímalánum með miklu meiri áhættu. Og ástæðan fyrir því að bankarnir fjármögnuðu sig ekki með stöðugur í langtímalánum er einföld. Það vildi enginn lána þeim. Og bankar með kvikri skammtímafjármögnun eru í fallhættu. Talsverði fjallaði útgáfu óvarinna skuldabréfa sem seldur öðrum fjármálafyrirtækjum í skýrslunni. Almennt eru það kölluð ástarbréf. Og bankarnir stunduðu það töluvert áður en flestir byggingarkranar stöðvuðust fyrir hrun að gefa út slík bréf. Þetta var praxis sem að Seðlabankanum var fullt kunnugt en var þó algjörlega á skjön við reglu bankans. Seðlabanki lét þetta yfir sig ganga og spilaði með. Davíð Oddsson þáverandi seðlabankastjóri segir í skýrslutöku að bankinn hefði ekki getað lokað þessu við, slíkt hefði orðið þeim að falli. Bankarnir áttu ekki til, sagðan, bankarnir voru að deyja. Sami tónn hjá Sturlu Pálssyni framkvæmdastjóra í Seðlabankanum aðspurður af hverju ekki hefði komið til tals að loka á ástarbréfin. Jú, en þá hefði alveg eins getað farið að loka bönkunum, segir hann.
Svo taldi Sturla svo mikil óþægindi felast í að taka alvöru veð. Það bara svo rosalega mikið vesinn að taka við einhverju sem fýsiskt skuldabréf, segir hann í skýrslutöku. Ekki finnst rannsóknarnefndinni þetta sérlega málefnalegar ástæður. Sigurjón Árnason bankastjóri Landsbankans spurður af hverju Seðlabankinn sé með svo mikið af bankabréfum. Það bara vegna þess að þeir taka bara á móti, svarið, og bætir hann síðan við, vegna þess að þeir nenni ekki að skoða útlána veðgildi. Seðlabankinn fékk einnig viðvaranir utanfrá vegna þessara viðskipta sem fyrst hófst þegar Seðlabankastjóri Evrópu hringdi ómyrkur í máli í apríl 2008. Nokkurn dögum síðan var gert óformlegt samkomulag í Lúxemborg að takmarka þessi viðskipti. Það virtist engu skipta. Bankarnir fóru bara í gegnum dótturfyrirtæki sín í Lúxemborg. Þar var Seðlabankastjórinn þar brjálaður að hann gerði sér sérferð til Íslands til að lesa mönnum pistilinn. Þessi forsaga á sinn þátti því að Ísland varð afskipta á vettvangi Seðlabanka Evrópu og Lúxemborgar sem torveldaði Seðlabanka Íslands að fá fyrirgreiðslu. Það ekki ný tíðindi að íslenska bankakerfið óx eins og steratröll og atferli bankamanna á þessu óðavaxta skeiði var í samræmi við það. Í lok árs 2007 var samanlögð stærð þeirra nærri níföld landsframleiðsla. Umfang bankakerfisins í Sviss til samanburðar innan við 7-föld landsframleiðsla. Þessi ofvöxtur leiddi til þess að eftirlit með útlánastarfseminni var ábótavant, segir rannsóknarnefndin. Útlánagæðin minnkuðu einnig vegna mikilla lána til eignarhaldsfélaga og kúlulána með eingreiðslu. Allt þetta veikti bankakerfið. Kaupþing fær sérstakar ákúru fyrir að lána ótæpilega með veði í eigin bréfum. Þar hafi verið farið langt út fyrir það sem heimilt í hlutafélagalögum. Með því að lána til Existu, sem var stór hlutafi í Kaupþingi, með veði í Existu, var bankinn þar einnig í raun að lána með veði í eigin bréfum. Landsbankinn og Glitnir fóru einnig út fyrir lögbúði mörk. Milli helmingur og þriðjungur af bréfum bankana voru veðsett. Það var einnig vanmetið hversu mikið af áhættulánum var til tengdra aðila og beittu bankarnir þrýstingi til að tengdir aðilar væru skilgreindir mjög þröngt. Fjármálaeftirlitið virðist hafa spilað með. Einn starfsmaður FME hélt á eignatengslum þeirra sem voru með áhættuskuldbendinga til haga en hann hætti störfum. Ragnar Hafliðason, næstráðandi í FME, segir í skýrslu til rannsóknarnefndarinnar, sá starfsmaður hættir og það var enginn sérstaklega settur í þetta að viðhalda þessu akkúrat þessari vinnu þarna í að svona teikna þetta upp með tilteknum hætti. Rannsóknarnefndin telur að FME hafi brugðist og hafi til dæmis aldrei beitt viðurlögum þrátt fyrir tiltölulega augljós og alvarleg brot hafi verið að ræða á reglum stórar áhættur. Og eigendur bankana voru frekastir til fjárins og ekki bara í eigin bönkum. Þegar fyrirtækjasamsteypan sem tengist Baugi tekin saman námu lán til hópsins 5.740 milljónum evra. Útlán bankana þriggja til Baugs hópsins nam því yfir helmingi af öllum eiginfjárgrunni bankana þriggja á Íslandi. Þegar bankamenn mölduði í móinn fengu þeir 12 pósta frá mönnum eins og Jóni Ásgeiri þar sem mynd var á hvert eigendavaldið væri, skeyti, með eða án broskalla. Eigendur Kaupþings voru stærstu lántakendur í bankanum eins og fram hefur komið áður. Stærsti lánþegi í stærsta banka Íslands var Robert Cengiz, Íraks ættaður braskari með fasteignir og pubba. Hann sótti í sig veðrið í lántökum undir það síðasta þegar honum fór að ganga erfiðlega að fjármagna sig á heimavelli. Og Björgólfs feðgar sóttu einnig gulli í eigin banka samkvæmt skýrslunni. Björgólfur eldri var með lán sem voru þriðjungur af eiginfjárgrunni Landsbankans. Og stærsti áhættulántakandinn í Landsbankanum Lúxemborg var sonur hans Björgólfur Thor. Það sláandi yfirlit við lántökur hópa í hverjum banka í skýrslunni en það sem athygli vekur að menn að hleypa hver öðrum í bankan sinn. Þannig sumir með stórfelld áhættulán í öllum bönkunum. Skýrasta dæmi þetta Baugur og fyrirtæki honum tengt. Þessi hópur var stór áhætta í öllum stóru bönkunum og Straumi burðarási. Þetta átti aldrei að leyfast, segir rannsóknarnefndin. Aðrir stóri aðilar náðu að byggja upp sambærilega áhættu, Exista, Björgólfur Thor, Björgólfur eldri og Ólafur Ólafsson kenndu við Samskip. Eigendur allra stóru bankana þriggja og Straums burðarás fengu óverulega mikinn aðgang að lánsfé að því virðist í krafti eignarhald síns, segir nefndin, og dæmi tekið að Baugi og FL Group sem beitt hafi eigendavaldi gagnvart Glitni. Fleiri fyrirtækjahópar sem áttu hluti í bönkunum nefndir í samhengi við óeðlilega fyrirgreiðslu, Magnús Kristinsson, Saxhóll, Gunnar og Gylfi, BNT, Sund, Gift, Straumborg og Jakob Valgeir.
Það sama uppi á teningnum þegar horft til dótturfélagana. Stærstu lántakendur Kaupþing Luxemburg eru Skúli Þorvaldsson, áður kenndur við Holtið, Kevin Stanford og Robert Cengiz. Rannsóknarnefndin kannar einnig hvaða alþingismenn og fjölmiðlamenn hafa fengið stór lán í bönkunum. Þá átt við lán yfir 100 milljónir króna sem viðkomandi hafa fengið í eigin nafni eða tengdir aðilar hafa fengið. Þar Sólveig Pétursdóttir efst á lista með yfir 3,6 milljarða. Þetta tengist mest Kristni Björnssyni eiginmanni hennar. Þá Þorgerður Katrín skrifuð fyrir tæpum 1700 milljónum sem tengist hennar manni Kristjáni Arasyni. Síðan þarna Herdís Þórðardóttir, rúmur milljarður vegna maka, Lúðvík Bergvinsson, 755 milljónir, Jónína Bjartmars, Árni Magnússon, Ármann Káir Ólafsson, Bjarni Benediktsson, Ásta Möller og Ólöf Nordal. 3 fjölmiðlamenn á þeirri stöðu að fengið yfir 100 milljónir í bönkunum, Björn Ingi Hrafnsson toppar lista með 560 milljónir, Óli Björn Kárason 480 milljónir og Styrmir Gunnarsson 150 milljónir. Þarna átti lán til þeirra og tengdra aðila. Það ítaleg greining í skýrslunni á lánveitingum til 46 fyrirtækjahópa eða samstæða vegna innbyrðis tengsla. Það eru yfir 500 fyrirtæki í þessu neti. Niðurstaðan sú að ríflega 15 allra áhættu skuldbindinga íslenska bankakerfisins hafa verið til þessara aðila. Og stærstu skuldararnir voru í hópi stærstu eigenda. Ákvörðun lánin voru stundum teknar án efnislegrar skoðunar og stundum án trygginga. Þetta jókst þegar hallaði undan fæti, oftar en ekki var verið að mæta veðköllum frá erlendum bönkum með veitingu nýrra íslenskra lána. Oftar en ekki voru bankarnir sjálfur að taka yfir erlenda fjármögnun á hlutabréfum stærstu eigenda sinna. Það talsvert fjallað lán bankana til kaupa á hlutabréfum í sjálfum sér, til dæmis til starfsmanna. Rannsóknarnefndin telur að þarna að menn verið reynd að rýra eigin fjárgrunn bankans. Þetta eigið fé. Þetta eru talsverðar fjárhæðir, yfir 60 milljarðar hjá Glitni þegar mest 160 milljarðar hjá Kaupþingi og yfir 80 hjá Landsbankanum. Þetta ekki eina veika eigið fé bankana, því rannsóknarnefndin skoðar einnig lán hvers banka með veð í hinum bönkunum. Þessi krossfjármögnun var orðið nokkuð há á tímabili eða hátt í 150 milljarðar króna. Með þessum lánapraxis var til mikil kerfislæga áhætta sem veikti getu bankakerfisins til að standa af sér lausafjárkreppu. Það hefur það dragað sér lán frá eigið fé. Það hefði líka dregið úr hröðum vexti bankakerfisins, telur nefndin. Og þá eru fleiri innbyggðir hvatar til áhættusækni og nefnir rannsóknarnefndin launakerfi bankana með kaupréttum og bónusgreiðslum auk lána til hlutabréfakaupa, lán sem síður urðu sum hver felld niður. Stjórnendur voru með árangurstengdu laun eins og í Kaupþingi sem nefndin til að hafi mögulega ýtt undir kapp eftir skjótfengum gróða og áhættusækni. Það má telja almenna niðurstöðu umfjöllunum ofurlaun bankamanna og eðli kjarana að þetta hafi allt ýtt undir að menn hugsuðu fremur eigin gróða en hagsmuni hluthafa. Það skal tekið fram að það reynt var að fá fyrirvændi stjórnendur bankana og forsvarsmenn helstu fyrirtækjakeiða sem hann var fjallað hingað í stúdíó en á lítill áhugi á því. En Vilhjálmur, þetta dapurleg lesning þessi partur skýrslunar. Það stendur ekki steinn yfir steini hvort sem maður litið til innlána eða útlána sem virðist hafa farið að mestu í vasa stærstu eigenda og horfið þar. Þetta er skiljaður. Hvað kemur helst í huga þegar þú horfir á og ferði yfir þennan kafla? Bara skelfing. Ég held að það sé einu orði sem að ég get haft þetta. Sko þessar tölur þær lágu í rauninni fyrir mjög snemma. Þær liggja fyrir í útlánastatistík Seðlabankans strax, við skulum segja 2005 þegar eignarhaldsfélögin eru klofin út úr þjónustu, þá sést alveg hvað að gerast og þetta eignarhaldsfélögin vaks upp í 1/3 af öllum innlendum útlánum. Það hefur verið nefnt með erlendu útlánum og þau eru erlendar kennitölur en að baki þeim eru íslenskar tölur og það verður til þessi kerfislega áhætta. Það er ekkert eigið fé til í kerfinu og þetta ámönnum að vera ljóst við lestur og skoðun þessara talna að það er búið að byggja upp verulega kerfislega áhættu og þetta er náttúrulega miklu meira og kannski meðvitaðra í bönkunum heldur en ég átti von á. Kerfislega áhætta, þetta er eitthvað sem með þekkja, er það ekki? Jú, þetta er mjög vel þekkt og
Ég sagði nú hérna áðan að Seðlabanki Bandaríkjanna, hann settur á stofn til þess að koma í veg fyrir kerfislega áhættu. Það að segja að bankar sé ekki lána hverjum öðrum, heldur að bankar fái lán frá Seðlabankum, þannig að það verði ekki dominoeffekt, þannig að það verði ekki kerfishrun. Og hér gerist það bæði að bankarnir að lána út á eigin bréf, bankarnir lána út á bréf annara og síðast en ekki síst að þegar allt þrýtur að þá tekur Seðlabanki sig til og í stað þess að lána út á ríkisskuldabréf sem eðlilega andlag að þá fer hann að lána út á bréf sem bankarnir eigi hverjum öðrum og það svokallað ástarbréf. Það svokallað ástarbréf. En þetta er eitthvað sem á að vera full ljóst að Jú, en þessi ástarbréf að þau það væri ekki hægt að réttlæta þetta í örlitlu mæli en þarna þetta orðnir 200-300 milljarðar og það sem meira að það öllum ljóst að ef að bankarnir sitja skuldabréf að veði önnur bréf úr sinni verðbréfa eign að veði að þá erlendir lánasamningar í uppnámi. Það er að segja lánin frá erlendu bönkunum voru án trygginga, þau voru hins vegar með kvöðum það að það mætti ekki selja eða veðsetja ákveðna hluta til uppgreiðslu og svo framvegis eftir því sem komst næst þannig að mönnum það ætti að verða það ljóst nokkuð snemma þessi kerfislega áhætta sem verður þarna til og hún verður til miklu fyrr heldur en í september 2008. Hvað meira eftirlitsþátt? Þarna virðist vera svo að Seðlabankur sé nokkuð sama. Það vitnaði Sigurður Árnason sem segir að Seðlabankinn hafi vitað sem bara svo mikið vesen til að mynda að taka einhver alvöru veð þegar kemur að svona ástarbréfum. Fjármála eftirlitið, þar var ötur starfsmaður 2004-2005 sem var að grúppa saman kerfis áhættuna. Hann var að grúppa saman og tengja skyldaðila. En svo hættir að störfum. Já. Og næsta ráðandi FME, hann segir, það bara var ekkert farið út í það að halda við þessu. Já, þetta nú kannski skortur og ættfræði þekkingu innan fjármálaeftirlitsins og það hægt að tengja saman á þess að hafa heilan mann í því en hér, auðvitað það ekki gott að þessi þáttur tenging á skyldum aðilum og hvort að það túlkað þröngt eða vítt að menn verða að hafa myndina af þessari kerfislegu áhættu og útlána áhættinu líka. Hvernig í ósköpunum dettur mönnum það í hug að starfsmenn Kaupþings geti greitt þessa 60 milljarða af öðru heldur en arði af Kaupþingi. Það er að segja útlánin hjá Kaupþingi eiga að greiðast á Kaupþingi sjálfu. Hvað er þetta? Er þetta ekki bara froða? Og var þetta ekki bara froða? Þetta var þetta bara froða. Þessi einstaklingar, mér nokkuð minnst að þegar rætta við fyrirverandi stjórnenda Kaupþings Inga Fríðlandir þá sagði hann að nýjir eigendur væru eins og orðað á ensku og ég sletti það því nú neither fit nor proper og þetta kemur oft við í greiningu eins og í Jan Eiríks skýrslunni á eðlir og hollir í bankastarfsemi. Var hér sem sagt óholl bankastarfsemi einstaklingar sem voru ekki hæfir til að reka banka? Þú þarf náttúrulega ekki að spyrja þessari spurninga. Það var óholl bankastarfsemi hérna og ef þú athugar starfsreynslu þessar aðila sem að ráku bankana hérna, þá var hún nákvæmlega engin. Og ég nú stundum verið að velta fyrir mér, ég nú reyndar með próf úr hagfræði í viðskiptafræðinu og síðan fyrir ég í business skóla og starfaði í bönkum og mér hefur stundum þótt skorta á hjá hagfræðingum bankaþekking. Þeir eru mjög vel að sér í peningamálastefnu en þegar kemur að bankaþekking og útlána áhættu og bókhaldið þá rósa hagfræðingar stundum að því að þekki ekki til reikningshalds og stundum þá hvarlar að mér hvort að þetta sé partur af því sem hér gerðist. Auðvitað þetta ákveðin málþekking. Ég ekki að segja það að ég kunni alla þá hagfræði sem þeir kunna, en þetta hefur slegið mig mjög oft. Östur Lókin, þegar maður les yfir þessa kafla þá virðist maður eins og að standi hreinlega ekki steinn við stein í rekstri bankana. Fannst þú einhvern stein? Ég hef náttúrulega ekki skoðað þetta með sama hætti og rannsóknarnefndin, en ég hef haft ýmsar grunnsemdir, þó grunaði mig aldrei að þetta væri svona gjörsamlega haldslaus
handlausi steinar í söklum í fundamenti bankana. Það er rétt að stendur ekki steini við steini, en það hrundi bankakerfið. Hjarta ekki verið komin í Ólafur. Takk hérlega. Þetta mikla verk nefndarinnar og samstarfsmennar hennar, og það eru fleiri bindi heldur en þessi hérna. 9 stykki. 9 stykki, 2600 síður. Verður sjálfsagt mikið lesið á næstu dögum þótt fáir komist í gegnum allar þessar 2600 blaðsíður frá orði til orðs. Það verður þó gert í Borgarleikhúsinu. Leikarar þar hófu lestur skýrslunnar í morgun, bara á blaðsíðu 1 og ætla að lesa sleitulaust næstu daga og nætur þar til hvert orð hefur hljómað af sviðinu. Björn Malmquist er komin í Borgarleikhúsið. Er einhver að hlusta á upplesturinn? Jú, Þóra, það hafa komið svona það bil 300 manns hérna með sagt síðan klukkan 11 í morgun að hlusta á þennan upplestur. Núna eru hérna í kringum 20 manns í salnum, hafa reyndar oft verið fleiri hérna í dag með sagt. Og hérna er eins og þú sagðir, hvert einasta orð í þessari skýrslu lesið á hverju einustu blaðsíðu, þessum 2600 blaðsíðum. Þau eru skýrst með núna á blaðsíðu 186 til 187 að lesa efnahagslegt umhverfi og innlenda efnahagsstjórnun. Þau hafa verið hérna síðasta 1,5 tíman Örn Árnason og Tinna Lind Gunnarsdóttir. Hlustum smástund á Tinnu Lind þar sem hún les á blaðsíðu 187. Sem urðu til þess að veðlán Seðlabanka Íslands jukust verulega, juku peningamagn í umferð. Fjármálastofnanir gátu svarað aukinni eftirspurn eftir krónum, meðal annars vegna jöklabréfaútgáfu með veðlánum frá Seðlabanka Íslands sem voru veitt óháð lausafjárþörf bankakerfisins. Og hér að spá sér tilvitnun í skýrslu Vignis Rafn Gíslasonar. Tilvitnun hefst og þeir lögðu í það í EAS 39 þá áttu að byggja á sögulegum gögnum í þessum portfólióframlögum eða þá að skoða einstök mál. Þeir sögðu það, stjórnendur Landsbankans, að við getum ekki byggt á sögulegum gögnum. Við erum svo gjörbreyttur banki meðan við fyrir síðustu hagsveiflu. Við getum ekki horft á þessa hagsveiflu vegna þess að við verðum að horfa í gegnum hana og horfa á síðustu niðursveiflu. Hefur setið og hlustað síðasta klukkutíman eða svo á þetta verk sem er svolítið eins og leikhús fáránleikans, en svo hlustar maður og kemst að því að þetta er náttúrulega blákaldur raunveruleikinn. Guðrún, hvað finnst þér að sitja hérna? Mér finnst þetta náttúrulega bara merkilegu viðburður sem er búið að vera í gangi hérna í samfélaginu undanfarið. Og hérna eins og þú segir, þetta er náttúrulega bara búið að vera eins og leikhús. Mér finnst bara mjög gaman að fylgjast með þessu og horfa á þetta og fylgjast með hver framvinda verður því að hérna ég tel að hérna núna er tækifæri til að gera virkilega breytingar og koma okkur í betra samfélag. Hvaða tilfinningar bærast með maður þegar maður situr hérna og hlustar á þetta? Svolítið kjánarrollur. Þetta er eitthvað svo bara absúrt sem hefur verið í gangi og bara bullandi innherja viðskipti búið að vera. En afleiðingarnar er ískaldar? Já, mjög slæmar fyrir bara almenning og venjulegt fjölskyldufólk. Þakka þér kærlega fyrir. Og við skulum ljúka þessi hérna úr Borgarleikhúsinu. Hérna verður lesin næstu sólarhringana. Öll skýrslan verður lesin hér. Já, þakka þér fyrir það, Björn Malmquist. Við erum búin að lesa í hálfan sólarhring og rétt komin á 187. Ég held að þetta er eftir að taka vikuna eða svo. Þetta er eftir að taka dálítinn tíma. Og Borgarleikhúsið er opið, þannig að það er sem sagt allan sólarhringinn ef að fólk vil heyra leikara lesa þessa miklu skýrslu. En við ætlum að snúa okkur að öðrum. Sú ákvörðun að veita skattfé inn í peningamarkaðssjóði bankana eftir hrun hefur valdið deilum. Í skýrslu rannsóknarnefndarinnar er bent á ótrúlega bíræfin vinnubrögð starfsmanna bankana við að selja almenningi hlutdeild í sjóðunum sem voru meingallaðir. Í skýrslunni er einnig fjallað stöðutökur Kaupþings gegn krónunni og það hvernig hækkanir á hlutabréfamarkaði voru fyrst og síðast vegna skuldsetningar. Helgi Seljan tók saman það sem helst er sagt óheilbrigðan verðbréfamarkað og óeðlileg gjaldeyrisviðskipti í skýrslunni. Rannsóknarnefndin telur að hækkun á íslenska hlutabréfamarkaðnum á seinni árum hafi fyrst og síðast orðið vegna skuldsettra hlutabréfakaupa sem bankarnir hafi leitt með lánveitingum sem oftar en ekki voru tryggðar með bréfunum eingöngu, jafnvel í bönkunum sjálfum. Þegar markaðurinn svo lækkaði hrapaði virði lánana og virði bankana að sama skapi.
Rannsóknarnefndin telur að þessi viðskipti bankans og vildarvina hans og jafnvel starfsmanna hafi verið gerð með það eitt fyrir augum að auka virði bréfanna og þannig spila á markaðinn. Nefndin hefur því sent sérstökum saksóknara þessi mál til frekari rannsóknar. Svokallaðir regluverðir innan bankana sem höfðu það hlutverk að fylgjast með því að farið væri að lögum virðast hafa verið ósjálfstæðir og ekki haft þær upplýsingar sem þurfti. Meira að segja fjármálaeftirlitið virðist ekki hafa brugðist við þegar regluverðir bankana leituðu þangað sem aftur hafi orðið til þess að veikja regluverðina enn frekar í störfum sínum. Í skýrslunni eru tekin dæmi af viðskiptum á 4. tug félaga sem fengið höfðu lán hjá einhverjum bankana 3 til að kaupa bréf í viðkomandi banka eða öðrum bönkum. Athygli vekur að helmingur þessara fyrirtækja sem öll fengu lán fyrir meira en milljarð í hvert skipti hafa einungis haft 500.000 í hlutafé. Slík fyrirtæki eru oftar en ekki nefnt skúffufélög í daglegu tali, enda má segja að starfsemi þeirra og umfang rúmist í litlum hluta kommóðu. Eitt þessara félaga er félagið Steam sem áður hét FS37 sem mikið hefur verið fjallað um. Eins er farið yfir 2 milljarða viðskipti Sheikhs Al Thani og félaga hans í nýstofnuðu félagi þeirra Q Iceland Finance sem fekk milljarðatugalán hjá Kaupþingi sem aftur voru nýtt til að kaupa bréf í bankanum. Stöðutaka bankana gegn krónunni og þá helst sú spurning hvort bankarnir hafi gert það til að hagnast á veikingu hennar sem aftur hafði alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir íslenskan almenning er meðal efnis í skýrslunni. Allir bankarnir 3 höfðu uppi gjaldeyrisvarnir með kaupum á erlendum gjaldeyri. Enda var stór hluti eigna þeirra og ekki síður skulda í erlendum gjaldmiðlum. Kaupþing virðist hafa gengið langlengst í þessum efnum. Bankinn var þó ekki bara að versla gjaldeyri fyrir sjálfan sig, heldur líka fyrir 5 innlend félög, Baug, Kjalar, Exista og 2 önnur innlend félög sem tengjast Baugi. Ekki var að ræða neina smáaura í þessu sambandi því heildarumfang viðskipta Kaupþings fyrir þessi félög og bankan sjálfan á 3 mánaða tímabili í kringum áramótin 2007 og 2008 voru tæpar 1400 milljónir króna. Þessa staðarinn telur nefndin ljóst að sérstakur saksóknari þurfi að rannsaka frekar. Það vekur einnig athygli í skýrslu nefndarinnar að hún skoðar sérstaklega þátt lífeyrissjóða í gjaldeyrisviðskiptum. Nefndin skoðaði 3 stærstu lífeyrissjóði landsins í þessu sambandi. Lífeyrissjóðin Gildi, lífeyrissjóð verslunamanna og lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Allir 3 juku varnir sínar mikið fyrir hrun en í skýrslunni segir að það teljist umhugsunarvert. Slíkt bendi til að sjóðirnir 3 sem eigi að hafa langtíma markmið í fjárfestingum hafi ætlað sér skjótfengin gróða á gjaldeyrismarkaði. Hvað peningamarkasjóði bankana varðar er ljóst af lestri skýrslunar að starfsemi þeirra var rígbundin starfsemi bankana, þó peningamarkasjóðirnir eigi að vera sjálfstæðir samkvæmt lögum. Margt bendir til að þeir sem gerst þekktu til bankana, annarkvort unnu þar eða áttu í þeim eða fyrirtækju sem tengdust þeim, hafi frekar en aðrir séð ástæðu til að koma peningunum sínum þaðan fyrir hrun. Á síðustu árum bankabólunar íslensku fjárfesti fjöldi einstaklinga í peningamarkasjóðum en samkvæmt skýrslunni sóttu bankarnir stíft í innistæður fólks með eitthvað aflögu til að koma þeim fjármunum inn í sjóðina. Bankarnir virðist hafa keyrt á að fjármagna sig þannig eftir að fjármagn frá Evrópu hætti að flæða til landsins árið 2006. Fjárfestingasjóðir eru eðli málsins samkvæmt ekki áhættulausir og raunar áhættu meiri fjárfesting en verðbréfasjóðir. Þó virðist starfsemi sjóðana einatt hafa verið kynnt viðskiptavinum sem áhættulítil og jafnvel áhættuminnsta form sparnaðar. Dæmi þetta er í skýrslunni þar sem lesa má fjölda tölvupósta starfsmanna sem innihalda fullinningar á borð við þær að sjóðirnir hafi verið áhættulausir og alveg öruggir. Jafnvel svo að fólk ætti frekar að geyma þar fjármuni en á hefðbundnum reikningum. Einn tölvupóstur í skýrslunni vekur athygli en þar segir starfsmaður að ávallt segja viðskiptavinum að hann sé að hringja úr útibúi viðskiptavinnana þegar hann bjóði þeim peningamarkasjóði sem fjárfestingakost. Þetta geri hann til þess að gera sölumennskuna persónulegri. Þessar söluaðferðir telur nefndin efni til rannsóknar sérstaks saksóknara. Pagurgalinum áhættuleysið virðist þó ekki hafa verið skilaboðin til allra. Þannig er í skýrslunni tekið dæmi af tölvupósti sem starfsmaður Landsbankans sendir viðskiptavinni og ræður honum eindregið frá því að setja peningana inn á peningamarkaðssjóð heldur leggja þá frekar inn á venjulegan innlánsreikning. Raunar fylgir sögunni að starfsmaður Landsbankans og viðskiptavinnurinn eru kunningjar. En það er ekki síst meðferð fjárfestingasjóðana á peningum viðskiptavina sem vekja athygli í skýrslunni. Sjóðirnir voru þannig að stærstum hluta notaðir til að fjárfesta í bönkunum sjálfum eða félögum þeim tengdum.
Lánveitingar til félaga tengdum eigendum sjóðana voru einnig háar eins og í tilfelli sjóðs 9 hjá Glitni sem sagður hafa verið farin að líkjast meir banka en fjárfestingasjóði undir lokin. Rannsóknarnefnd greinir einnig frá því að við afgreiðslu láns á vegum lánanefndar Landsbankans hafi það beinlínis verið liður í lánveitingu að peningamarkaðssjóður keypti skuldabréf af lántakendanum. Stjórnir sjóðana áttu sem fyrir að vera sjálfstæðar samkvæmt lögum, þó skýrslan sýni fram á að svo hafi alls ekki verið. Þannig virðist sjóðstjóri hjá Landsvaka hafi verið látinn kaupa skuldabréf af Björgúlfi Guðmundsssyni aðaleiganda bankans þvert á vilja sjóðstjórans og á svig við lög og reglur. Raunar má lesa það út úr skýrslunni að innra eftirlit og áhættustýring sjóðana hafi oft á tíðum falið í sér eftirlit manna með sjálfum sér. Áhættumat hafi í raun verið ekki neitt, þrátt fyrir það að menn mátt að gera sér grein fyrir hættunni sem stafaði af því að geyma öll eggin svo að segja í sömu körfunni. Auk þess eru gerðar alvarlegar athugasemdir og frekari rannsóknar krafist á viðskiptum milli sjóða í eigu sömu banka. Ein alvarlegasta athugasendin sem lítur að peningamarkaðssjóðunum hlýtur þó að snúast hversu duglegir starfsmenn bankana og tengdir aðilar, auk fyrirtækja sem tengdust bönkunum, voru að selja sig út úr sjóðunum stuttu fyrir hrun. Skýrsluhöfundar telja það mál klárt tilefni áframhaldandi rannsóknar sérstaks saksóknara. Stjórnmálamenn og fjölmiðlar virðast hafa verið meira uppteknir af Icesave en flestum öðrum afleiðingum hrunsins. Enda milliríkja deilan við Breta og Hollendinga svo harðasta sem Íslendingar hafa átt í frá því í þorskastríðunum. Tryggingarsjóði innistæðueigenda Icesave eru gerð ítarleg skil í skýrslunni. Svavar Halldórsson kynnti sér þann hluta skýrslunar og rekur nú helstu þættina í þeirri umfjöllun. Íslendingum bar á sínum tíma að koma á innstæðutryggingakerfi samkvæmt Evróputilskipun frá árinu 1994 og hér var stofnaður sérstakur tryggingasjóður. Hann var sambærilegur því sem var í nágrannalöndunum og í takti við reglurnar. Þar með hið jákvæða í þessum kafla nokkurn veginn upptalið. Í tryggingasjóðnum átti að vera sem nemur 1% af öllum innlánum í bönkunum en þetta var greitt inn eftir á og sjóðurinn náði aldrei að halda í við ört vaxandi innlán bankana síðustu misserin fyrir hrun. Sjóðurinn átti að tryggja hverjum reikningseiganda jafnvirði 20.887 evra. Færi banki í þrot þannig að sjóðurinn þyrfti að greiða meir en í honum var, mátti sjóðurinn taka lán. Snemma árs 2005 voru heildar skuldbindingar tryggingasjóðsins 530 milljarðar króna. Bankarnir byrjuðu þá að safna innlánum í útlöndum en sú söfnun náði fyrst verulegu flugi þegar Landsbankinn stofnaði Icesave-reikningana í Bretlandi haustið 2006. Í árslok 2006 var þessi skuldbinding komin vel yfir 1000 milljarða og það leyti fóru Landsbankinn og samtök fjármálafyrirtækja fram á að reglunum yrði breytt svo að bankarnir þyrftu ekki að greiða jafn mikið í sjóðinn. Í árslok 2007 tryggði sjóðurinn 2300 milljarða en þá var helmingur innlána í íslenskum bönkum frá útlöndum. Gjaldþrot Sparisjóðs Mýrasýslu hefði á þessum tíma dugað eitt og sér til þess að tæma sjóðinn. Stjórn Tryggingasjóðsins virðist lítið hafa gert og í raun flotið sofandi að feigðarósi. Hið sama virðist hafa átt við eftirlitsstofnanir og stjórnmálamenn allt fram undir ársbyrjun 2008. Þegar loks málin voru skoðun var ráðuneytisstjóri viðskiptaráðuneytisins gerður að formanni sjóðsins sem dró reyndar mjög úr sjálfstæðans og samkrullu veiktan að mati rannsóknarnefndar Alþingis. Staðan var að vísu ítrekað rædd í sérstakum samráðshópi stjórnvalda vanda fjármálakerfisins en lítið var aðhafst. Þar sat ráðuneytisstjórinn Áslaug Árnadóttir en hún leiddi einnig nefnd sem átti að endurskoða lögin tryggingasjóðinn en virðist trauðilega hafa komið upplýsingum á framfæri við sjálfan sig sem stjórnarformann sjóðsins. Menn virðast lítið hafa velt fyrir sér þessum skyldum íslenska ríkisins fyrr en sumarið 2008 þegar fyrirspurnir bárust frá útlöndum. Þá vildu Bretar fá að vita hvort íslenska ríkið stæði við bakið á Landsbankanum. Í svarbréfi Breta vegna Icesave og hættunar á falli Landsbankans sem var samþykkt af forsætis fjármála og viðskiptaráðherrum segir að íslenska ríkisstjórnin muni gera allt sem ábyrg ríkisstjórn gerir við slíkar aðstæður. Meðal annars að aðstoða tryggingasjóðinn við að afla fjár til að mæta lágmarkstryggingunni. Mismunandi viðhorf voru reyndar upp innan ráðuneytanna og stjórnsýslunar á því hver ábyrgðin væri í raun og veru
en engum virðist hafa dottið í huga að leita eftir áliti utanaðkomandi lögmanna eða sérfræðinga. En öll tvímæli voru loks tekin af þann 3. október í hruninu. Við munum tryggja það að innistæður á reikningum í bönkunum hérna séu öruggar og þess vegna alveg ástæðulaust fyrir fólk að óttast aurana sína hérna í bönkum eða sparisjóðum. Ekki verður séð að mati rannsóknarnefndar Alþingis að sérstök lögfræðileg greining hafi búið að baki þeirri ákvörðun, né að menn hafi gert sér grein fyrir því hvað mismunun á innistæðueigendum hér og í útlöndum þýddi í raun og veru. Breskir og hollenskir embættismenn áttu fundi með íslenskum embættismönnum í júlí og ágúst 2008. Bretarnir vildu færa Icesave-reikningana yfir í dótturfélag en ekkert varð úr því fyrir hrun. Fjármálaeftirlitið hér og Seðlabankinn voru reyndar á sama máli. En sú staðreynd að Icesave var rekið sem útibú en ekki dótturfélag þýddi að Landsbankinn gat nær hömlulaust ráðstafað fénu eins og hann vildi. Ábyrgðin var hins vegar íslenska tryggingasjóðsins og eftirlitið fyrst og fremst á hendi íslenska fjármálaeftirlitsins, þótt að breska ætti að koma þar að líka. Landsbankamenn virðast hins vegar bara hafa rifið kjaft svo tölu sé hrein íslenska. Í skýrslunni er vitnað til orða annars bankastjórans, en hann hvað hafa sagt að enginn græddi á því að færa Icesave í Bretlandi undir dótturfyrirtæki, nema tryggingasjóður innistæðueigenda. Skemmst er frá því að segja að Icesave-reikningarnir í Bretlandi fóru aldrei yfir í dótturfélag þrátt fyrir endalausa fundi embættismanna og vandinn var ljós löngu fyrir hrun og mikil hætta skapaðist reyndar í apríl árið 2008 þegar mjög mikið var úttektir af Icesave-reikningunum í Bretlandi. Rannsóknarnefndin kallar þetta áhlaup í skýrslu sinni. Í ljósi alls þessa segir rannsóknarnefndin það nær óskiljanlegt að Landsbankinn hafi síðan opnað fyrir Icesave í Hollandi þann 29. maí 2008 í gegnum útibú en ekki dótturfyrirtæki. Áhættan var því öll á hinum íslenska tryggingasjóði, rétt eins og í Bretlandi. Nefndin gagnrýnir það líka að stjórnvöld hafi ekki gripið inn í, sérstaklega eftir áhlaupið í Bretlandi þá vorið. Sofandaháttur ráðherra vekur furðu að mati nefndarinnar og eins stóð fjármálaeftirlitið sig engan veginn í stykkinu varðandi Icesave. En ábyrgðin af öllu heila málinu hvílir þó fyrst og fremst á stjórnendum Landsbankans. Já, og rannsóknarnefndin situr hérna hjá okkur ennþá. Við erum búin að ræða margt við hann og eigum eftir að fara núna yfir það sem að gerist í bönkunum og hvernig bankarnir höfðu sér gagnvart eigendum sínum eða eigendurnir öllu heldur gagnvart bönkunum. Já, ég vil líka bara byrja því að spyrja þig, Sigríður. Hver er ábyrgð stjórnenda og eigenda bankana að þínu mati? Að mínu mati þá eiga eigendur að fá arð af sínum félögum í gegnum hagnað félagana, í gegnum arðgreiðslur. En svo virðist sem að allavega það fylgdi því að ef þú varst eigandi bankans, þá fékkstu góðar lánafyrirgreiðslur. Maður spyr stundum hvort kom hænan undan eða ekki. Náttúrulega vissan þá leyfðu við stóru fyrirtækjum sem voru þegar í öðrum rekstri að verða stórir eigendur af bönkum. Svoleiðis að þá voru þeir þegar orðnir stóri lánþegar þegar þeir urðu eigendur á bankanum. En eins og myndin sem ég sýndi í dag, þá jukust lánafyrirgreiðslur til þess hóps verulega eftir að þeir urðu eigendur af þeim banka. Er það bara genur allt yfir alla bankana þrjá? Þegar að verða eigendaskipti eða eigendabreytingar þá breytist einhvern veginn útlánastefnan maður getur orðað það þannig? Við erum ekki með svona test fyrir hinna bankana vegna þess að við kíktum ekki lengra aftur heldur undir 2004 og meira þess að sögum gagna frá einum banka þá endum með að kíkja ekki aftur nema til 2005 og þar að leiðandi eru stærstu eigendur tveggja bankana þeir sögum allan tíma. Svoleiðis að við erum bara með eitt svona mögulegt próf. Er kannski hægt að segja að þetta óheilbrigða samband eigendana og bankana hafi í rauninni verið rót bankahrunsins? Ég held að þetta hafi allavega aukið áhættutöku innan bankana. Ef eigendur hafa möguleika á að taka út fjármuni og annan hátteldur gegnum arðgreiðslur og hagnað, þá hverfar langtíma sjónarmið fyrir skammtíma sjónarmið á vissan hátt. Og undir lokin þá sjáum við það sérstaklega í lífróðri bankana, þá verða þessar línur jafnvel ennþá meira blöri eins og maður segir, vegna þess að þá bara jafnvel fari í björgunar að gera með eigundum í staðinn fyrir að vera að bjarga bönkunum. Og til dæmis eins og þegar kom mjög nálægt endalokum, til dæmis á Landsbankanum, og bankin á ekki mikið af erlendum gjaldeyri, þá fer risastórt lán út til eins eigandans. Bara 30. september, 153 milljónir evra. Svoleiðis að það er náttúrulega til Björgólfs Thors. Já, og það er náttúrulega ljóst þá á vissan hátt þegar við erum að vonast til þess að eigendur geti jafnvel komið með fjármuni að fyrirtækjum sem eru í lausafjárskorti.
að þá í staðinn þá voru eigendurnir að fá fjármuni út úr félaginu og svipað langtíma víkjandi lán sem eru veitt til Baugs í desember frá Glitni og þess áttar, 15 milljarðar. Þetta eru, eins og segir, 15 milljarðar króna. Ég hoppa milli gjaldmiðla hérna allt of mikið en þetta náttúrulega miður þegar svona og þegar bankarnir voru í vandræðum og hefðu þar að leiðandi náttúrulega grætt verulega á því að hafa góðan bakhjarl í eigendur sín. Hvað er að kalla þetta? Eru eigendur bankarna hálfpartinn að knýja þá í þrótt kannski ómeðvita til þess að bjarga einhverjum öðrum eigum sínum? Hvernig? Já, fyrstulega þarf ég að horfa á það að fyrsta svona atriðið sem kemur upp í hugan auðvitað þegar að menn takast á við það að bankan lendi í vandræðum og þá þetta að leysa það með einhverju markaðslausn og hún byggist á því að þá komi eigendur komi fjármuni en eins og Sigríður var að lýsa það var nú bara staðan einfallega svo að það gat ekkert verið að ræða hér. Það er ljóst að útlán til þessara aðila voru þann gífurlega há og mikil og þeir komnir kannski í þá aðstöðu að þeir gátu í raun og veru ekki gegnt sínu eiganda hlutverki og það skapar við þann vanda sem við stöndum frammi fyrir. Það hefur verið talað það í umræðinni að bankarnir hafi verið rændir í rauninni innanfrá. Takið þið afstöðu til þeirra spurningar? Það náttúrulega lýsingin sem nú erum búin að fara hér í gegnum, menn geta gefið þessu ýmsa stimpla, en þetta ekki eðlileg umgengni eigenda við banka, eins og við höfum séð. Það held ég að sé hægt að orða það þannig. Hvort að þar hafi verið gengið fram með þeim hætti að refsivert sé, það auðvitað tökum við ekki afstöðu til. En þetta skiptir auðvitað miklu máli upp á framhaldið og framtíðina. Það verður með öllum ráðum bæði eftirliti og reglum að sjá til þess að svona hluti gerist ekki aftur. Eitt af því sem hefur verið mikið talað það er stöðutaka bankana gegn krónunni og eigenda þeirra. Hvernig tekur nefndin og skýrslan á því? Við gerum það frekar hlutlagt. Ef ég bara segja eins og við sýnum tölur og sýnum hreyfingar. Það var verulega mikið kaup á gjaldeyri í nóvember, desember og janúar af kaupþingi og það er náttúrulega svo mynd sem maður sér að kaupþing kaupir en þeir eru náttúrulega að kaupa fyrir viðskiptavinni og við sjáum að það fer mikið í framvirka samninga við ákveðna stóra viðskiptavinni þeirra og þessi viðskiptavinni verða það sem maður kalla langir í evrum eða langir í erlendum gjaldmiðlum og svo náttúrulega alltaf hin hliðin og það er áhugavert að sjá að hin hliðin náttúrulega sjávarútvegsfyrirtæki sem eru að í raun að verja stöður sínar vegna þess að þeir eru í útflutningi. En við sjáum líka lífeyrissjóðir eru verulega mikið á hinni hliðinni líka og eru að verja þar leiðandi hlutabréfaeignir sínar erlendis til þess að breyta þeim yfir í krónur, fá krónuvexti á hlutabréfaeignir sínar erlendis. Og þeir gera það verulega miklu magni og það er náttúrulega alveg rök að verja eignir í erlendum myndum ef þú ætlar að greiða út í íslenskum krónum. En á hinn bóginn þá þykir okkur áhugavert og athyglisvert að þessar varnir þær aukast svo verulega á árinu 2008 þegar krónan að veikjast að þetta líkist á vissan hátt meira stöðutöku og að lífeyrissjóðir séu í slíku kannski nokkuð varhugavert og þetta Sláið því föstu að svo sé eða virðist ykkur eða það að láta kanna þetta betur? Þetta eykst það mikið að þegar krónan veikist að það næstu það allan að þú getur séð á myndinni að það lítur út fyrir að þeir séu í stöðutöku fyrir utan það að þeir komi fyrir nefndina og við vitnum í þá að þeir segjast að þegar krónan veiktist þá ákveður að læsa inn í hagnaðinn eins og það heitir með að auka varnirnar og þá eru þeir að auka varnir þegar krónan veikist, já. Hafið þið vísið þessum málum til sérstaks saksóknara? Þetta er eitt af þeim málum sem við vekjum athygli hans á. Það ber að hafa það í huga að í því bréfi sem við höfum sendt ríkissaksóknara og þeirri kynningu að þá höfum við vakið athygli á tilteknum málum en auk þess að finna í þessari skýrslu frásagnir af fjölmörgum viðskiptagerningum, ákvörðunum, samningum og alls konar hlutum sem að þessi yfirvöld þurfa þá að taka til athugunar hvort að þau gefi tilefni til athugunar á grundvelli þeirra reglna sem að þessir aðilar eiga að fylgja. Náttúrulega vola mörg atriði sem okkur langar til þess að spyrja ykkur eitt af því náttúrulega það eru peningamarkasjóðirnir
Hvernig var gengið þá? Því að nú voru bankarnir náttúrulega kerfisbundið að reyna að fá viðskiptavini til þess að færa til dæmis það sem verið inn á venjulegum innlánsreikningum yfir í peningamarkasjóði. Var verið að misnota þessa peningamarkasjóði í einhverju mæli? Það bent á, við finnum á mörgum stöðum þar sem við teljum að framkvæmdin hefur ekki verið í samræmi við lög. Já. Og þetta eitt af þeim, einn af þeim pakka sem fer til saksóknarans. Hvernig þá? Hvernig samræmist þetta? Það sem að við kannski finnum mest að einfallega að þau félögin sem voru að reka sjóðina voru ekki sjálfstæð gagnvart eigendum sínum. Og það skiptir miklu máli upp á sjálfstæði. Þeir sjálfstæði á að tryggja að það sé eingöngu verið að þjónusta hagsmuni þeirra sem eiga í sjóðunum. Og þegar fjárfestingarstefnan skoðuð og raunlega hvaða bréf hafa reynd verið að keypt inn, þá erum við að sjá þarna bréf stóru eigendur bankana, þannig að þessi sjóðir hafa meira sem verið notaðir til þess að fjármagna þeirra framkvæmdur og fjárfestingar. Það eru þetta fjölmargt sem við þurftum að fara betur yfir en gefst ekki tími til í kvöld. Kannski bara lokum rétt að spyrja til hvers notum við þessa skýrslu, hvert höldum við hérðan í frá og hverju þurfum við að breyta í stjórnkerfinu og annar staðar, að ykkar mati? Ef ég má byrja þá held ég að megin hugsunum með skýrslunni auðvitað að við fáum að vita það staðreyndir hvað gerðist í reynd. Að svo miklu leyti sem það var hægt að finna út úr því. Og við þurfum að skilja hvað fór úrskeiðis og við þurfum að skilja hverju við getum breytt og við þurfum að takast á það, brett upp ermar og takast á við þær breytingar sem nauðsynlega þurfum fram að fara. Það eru margháttaðar, það eru bæði lög og reglur en það líka starfshættir og ef það hægt þá þarf að breyta þetta ákveðið svona gildismætu hugsunarhætti okkar hvernig við lítum á þau gæði sem felast í stjórnsýslunni. Embættismenn eru þjónar almennings og það er alveg ljóst að stjórnarráðið mjög fálið að það kemur af sérfræðingum og það voru örfáir einstaklingar í reynd sem báru upp í allar byrðar þegar var verið að setja þessi neyðarlög og vinna þá vinnu sem unnin var. Og við þurfum að efla stjórnkerfið ef við ætlum að geta tekist á við framtíðina. Persónulega finnst mér þetta lýsa það þannig að stjórnarráð síðustu aldar einfallega dugar ekki fyrir framtíðina og alls ekki fyrir þessu öll sem við erum að ganga inn núna. Þið sammála þessu, mati formannsnefndarinnar? Jú, það náttúrulega annað sem við þurfum líka að spyrja okkur sem þjóð hvers konar fjármálakerfi viljum við hafa? Hvernig viljum við að bankakerfi líti út í framtíðinni? Við erum búin að lenda í verulegu skipbrot í viðskiptum við erlendar þjóðir á því sviði og við þurfum að spyrja okkur hvernig kerfi viljum við hafa? Og ég held að sé eitt sem óskaplega mikilvægt að menn noti þetta til þess að draga lærdóm af. Það var í raun og veru öll þjóðin þáttakandi meira og minna í þessari hugsun. Það skorti á þetta samfélagslega aðhald sem þurfti að vera til staðar. Og ég held að sé mjög mikilvægt að núna þegar þetta liggur fyrir, þetta var hugsað fyrst og fremst til þess að safna saman upplýsingum, fólk geti kynnt sér þetta og nú geta menn tekist á við að byggja upp til framtíðar. Og þetta var þetta bæði við bankakerfið, stjórnsýsluna og svona önnur okkar mál. Síðasta spurningin þessi, þið nefndin verður leyst upp núna í kvöld, þið ætlið ekki að tjá ykkur framar þessa skýrslu sem nefnd. Hvers vegna gefið þið almenningi ekki lengri tíma til þess að melda skýrsluna og spyrja fleiri spurningum? Nefndin hefur nú þegar starfað lengur en ráða fyrir gert. Eins og frægt orðið. Og það liggur þannig fyrir okkar síðast verkefni í fyrramánuði að ganga á fund nefndar, þessari 9 manna nefndar, þingnefndar sem á að takast á við skýrsluna og meta og koma þá meta tillögur okkar og athuga hvort í hvaða farveg þeir koma þessum tillögum í uppbyggil og hvernig menn alltaf yfir þetta takast á þau vandamál sem þetta bent á. Eftir það leysist nefndin upp að því leyti að við förum hvert í sína áttina. Þannig að þessi nefnd það hefur þó lokið störfum. Þetta ekki stjórnvald sem komið til að vera og þess vegna einfaldlega enginn til staðar að sinna því að svara fyrir nefndina. En það auðvitað þá ekki því til fyrirstöðu að ef nefndarmenn vilja persónulega tjá sig að
ef þeir vilja gefa kost á því. Já, nú má náttúrulega alveg búast í því að það ætlar að koma margar athugasemdir við einstök atriði, jafnvel eru rangfærslur í einu og annað í þeim dúr, ef eitthvað náttúrulega eru þið kannski að bregðast í því, eða? Það á eftir að ræða heilmörg atriði og efniviður þessarar skýrslu sóttur í gagnagrunna bankana og allstað það sem unnum með tölur og gögn, þá ykkur staðar lapsus í gæðum upplýsinga, það bara við því að búast. Það hins vegar annar mál að þessi nefndir sett upp svona á norrænni fyrirmynd og þá nú hefð fyrir því að nefndirna þegar þeir hafa skilað sínu hlutverki, komið sínu á framfæri, þá draga það sig í hlé vegna þess að framhaldið eftir þingsins. Það eiga ekki að þvælast fyrir, né að vera að stýra umræðinni eða lendi í því hlutverki að vera ykkur hlutverki ákæranda. Og það skiptir miklu máli að skilja þetta módel. Þetta í fyrsta skipti sem við keyrum þessa leið og þessum ekkert augljóst að menn átti sig alveg á þessum sjónum sem ég að fara hér yfir. Ykkar hlutverki hér í kvöld að minnsta kosti lokið. Við þakkum ykkur kærlega fyrir að vera með okkur í þessar útsendingu. Takk fyrir. Já, og hér líkur þessari umfjöllun okkar skýrsluna bankahrunið í kvöld. Seinni fréttir fara í loftið eftir stuttastund. Við höldum áfram að fjalla skýrsluna í fréttum og þáttum okkar í útvarpi og sjónvarpi og á vef Ríkisútvarpsins næstu daga. Já, það rétt að minna á það líka að umræða skýrsluna hefst á Alþingi klukkan 13:30, klukkan 13:30 á morgun og það að sjálfsögðu búist við að fjölmargir þingmenn taki þátt í henni. Að lokinni umræðinni í þinginu fer skýrslan til umfjöllunar í sérnefnd Alþingis skýrsluna sem skipuð 2 þingmönnum frá hverjum þingflokki. Formaður nefndarinnar Atli Gíslason, þingmaður Vinstri grænna. Já, en þar með sláum við botnin í þessa útsendingu. Þökkum ykkur fyrir samfylgdina. Verið sæl.